Velkomin í þátt númer 17 af falsfréttum. Dún. Ef ekki byrja þetta svona hressilega. Jú, Þá talum við byrjum þetta ekki nóg hressilega. Þannig að ef ykkur eru að hlusta á það að mótni til góðan og blessaðan þriðjudag, verið velkomin í podcast hjá Elfu og Lovísu falsdætrum. Þar sem þær fara yfir það helsta í falsfréttum. Skvísur í stuði, hvað? Ég var bara að koma baði. Þannig að ég er svona alveg Hvað bara notaður margar vörur frá Tríhött í baðinu? 2 og eina vöru frá Skin 1004 og þetta er engin lygi út af því að ég var í everything shower eða eins og maður segir á góðri íslensku allt sturtu. Oh my god. Já, mér veist 2 Tríhött vörur í sturtu alveg lágmark. Já, ég var með 2. Já, ég er að segja, það er lágmark 3. Ég á 3. Þegar ég er í everything shower þá nota ég náttúrulega 3 með skin, nei ef ég er að raka mig líka með shave oil. Býtu, Varstu hvað með- ert þú að tala um? Ég er með sápuna, Já, sápuna og skrúpin. skrúbin og ef ég er í everything shower nota ég shave oil til þess að raka mig. Og ég get stolt sagt frá því að ég er búin að vera elfu falsa mig í gang í sturtunni. Nú. Bara með, ég er með stórar hendur sko, þannig ég er bara að lúka þessu skrúpa á mig sko, Já, af því að ég er svo spennt að pröfa nýjar lyktir og ég er líka spennt að komast til Íslands. Ég ætla að vera bara með hérna blokkina mína já. að glósa. En ég setti líka í TikTok, bara örugglega síðasta TikTok sem ég setti, ég er nefnilega búin að leita af fermingagjöfum og það er svo margt nýtt hérna úti og ég er svo spennt að sjá hvort að það sé eitthvað að því að koma sem er alveg pottet eitthvað nýtt fyrir sumarið að koma og svona. Já. Mitt sko. En já, ég var líka að spá hvort við ættum bara að kynna okkur upp á nýtt. Svona ef kynni að einhver hafi byrjað bara í miðjunni og við höfum í alveg ekki kynnt okkur frá því bara í fyrsta þættinum eða eitthvað, fyrsta og öðrum þættinum. Þannig að mér finnst það líka svona smá hvað segir maður á íslensku, svona mér finnst það eiga við fyrir þennan þátt að fólk átti sig á því hvenær við erum fættar og svona. Já, mögulega. Þannig að á ég bara að byrja. Ég er risaðalan hérna, allan í systrahópnum. Ég er Þetta er hún T-Rex okkar. Jú. Ég er fætt árið 1994. Tjók. Hérna alveg löngu fyrir aldamót. En hérna já, ég heiti Lovísa. Ég er 3 barna móðir. Ég bý í Bandaríkjunum eins og stendur. Og já, þú veist Þetta er alltaf svo erfitt sko. Já. Þú veist, þetta er ástæðan af hverju ég forðast að byrja nýju vinnustað til þess að eitthvað kynna mig, skilur við. Já, ég er einmitt svona svolítið asnalegt að segja, ég er alltaf að reyna að vanda að tala íslensku og það verður alltaf svona hikandi, afsakið Já, þetta. Lóisa, hættu því, það er sko, Já. ég er búin að fá komment um það, þú ert bara ólíkir í þættinum, þú ert svo mikið að vanda þig. Ég veit það. En Af hverju? hérna, Þú vilt hafa þetta podcast authentic, skilur við, þannig að ekki þú þá verður að reyna eitthvað að fitta inn í eitthvað drama sem að þú ert ekki, skilur við. ég kann að tala íslensku en af því ég bý í Bandaríkjunum, þá er ávís svo erfitt með að finna, þú veist, bara orðin þau flæði ekki í gegnum mig eins og ef ég væri búsett á Íslandi, þú veist, þannig ég er svona að reyna að tala eins og ég vil tala, en ég er ekki að reyna að vera eitthvað sem ég er ekki. Ekki Nei, láta þú veist, ég koma er búsett á þannig út. Íslandi sko og það kemur ekkert flæðandi út í mér sem er á íslensku. Nei, Bara því það er miður. líka munurinn á mér og þér, en allavega það er talað um svona það er talað Þarna um liggur munurinn á mér og þér sko. ég vil tala íslensku, þú ekki. Nei. En já, það er svo að tala um svona því að mér minnir að sé pelikanar, þú veist þegar þau pelikanamömmur eignast er ganga með eggin, eða ég veit ekki hvernig maður á að lýsa þessu. Býtu, Þá hvað eru að tala um núna? Býtu, Ok. já, anda inn út. Þá verða þær svona hvítir, alveg ógeðslega hvítir, þú veist, verða ekki bleikir og svo þeir eru búnir að, þú veist, búin að verpa egginu, þú veist, búin að, þú veist, bara eiga börnin sína, afkvæmin sín, að þá verða þær aftur bleikir, skilurðu. Þannig að, þú veist, núna er svona saying, þú veist, ef þú veist mamma, að þú veist, þegar þú ert svona að reyna að koma þér úr þessu algjöru mom mode, að þá er kallað, þú veist, finding your pink again.
Já. Og Þú ert að leita af your pink era. hvar bleiki liturinn minn? Elva ætlar að passa fyrir mig allan tímanum meðan ég í Íslandi og það ég ætla bara að vera í öllum spöunum og öllum hótelunum. Nei, tjók. Já, ég meina ef þau vilja koma hérna til mín í litla húsið mitt. Ertu upptekinn 20. mars? Já. Föstudagur? Já. Oh, Hvað? ég þá að fara að skilja mömmu eina með öll börnin mín. Ef þú vilt borga flug fyrir eitthvað barn þá má koma með mig til Ísafjarðar. Já, alveg rétt, þú veist að fara þanga. Já, en það var verið að færa leikinn. Hann átti að vera á laugardeginum en núna hann á föstudeginum. Þannig að ég verð komin. Vel fyrir partíð, skvís hann. Ég leit mig ekki vanta í fyrsta influencer invite mitt. Slaka. Ég tek þessu bara mjög alvarlega. Ég ekki að bjóða í influencer event, þetta bara... Nei, en stelpur sem núna ég ég svona á þekki. mörkunum að verða influencer, skilur við. Þannig hvers skipt sem að mér boðið eitthvað, þá þetta eiginlega orðið influencer event, sko. Já, ok, þannig að ef að einhver vill styrkja þetta event hjá mér sem orðið influencer event, þá bara, þú veist, talið við mig, við vantar goodie bags og svona fyrir svona 40 konur. Já, sjáðu, ég að læna þessu fullkomlega upp hérna fyrir þið. Oh my god, nei, ég ekki einu svona byrja að vinna í því, sko. Ef maður langar í hashtag samstarf fyrir þetta. Nema, jú, ég, verið í samstarfi með salnum sem ég fekk, ég er mjög spenntur að vera hana út í íslenskri náttúru. Gefa þeim bara sjátt hérna Aurora Base Camp. Fylgist þið með því? Nei, tjók. Þú varst að kynna sjálfa þig? Nei, já, erstu búin? Nei, þú veist, ég er miklu meiri mamma, sko. En ég er náttúrulega var að hætta í vinnunum minni, þannig að það er náttúrulega lítið eftir til þess að vera eitthvað, að grípa í skilur fyrir utan að vera bara mamma, Já, ok, þá kannski kennur þið bara aftur ekkert setna þegar þú ert búin að finna þig aðeins meira. Nei, þú veist, ég get alveg sagt alls konar, minnst það bara ókslega tilgerðalegt, skilur. Veit ég hvað það þýðir? Elva, veist ekki hvað tilgerðalegt, það er svona pretentious, þú veist, svona þykjast vera Ok. eitthvað sem að maður ekki endilega. Mér til varnar þá veit ég ekki hvað pretentious þýðir heldur, þannig að ég greinlega bara sökka í öllum tungumálum. Best að vera bara mute. Nei, þú veist, ef ég er eitthvað að fara að segja meira um mig sem að út af því að, þú veist, ég er ekkert með, þú veist, eitthvað svona meira titlað þannig. Þú veist, ég geti verið eitthvað, ég er systir, ég er skapandi, ég er, þú veist, eitthvað svona. Þetta er að vera, mér finnst þetta tilgerðalegt, þannig ég ætla ekki að fara þangað. Þannig þú mátt bara kynna þig núna. Ok, ég heiti Elva, skrifuð með F-i, en engar kröfur settar á það að sé búið fram með F-i, bara svo að fólk viti það. Enga kröfur, bara helst Engar ekki. kröfur. Nei, þú veist, ég hef kynnst manneskjum sem eru, þú veist, skrifaðar, þú veist, ekki eitthvað bara Elva, heldur bara alls konar nöfn sem eru skrifuð einhvern veginn og maður kannski myndi segja það, þú veist, eins og Írena vinkona heitir Írena með I, skilur, hún heitir ekki með I, hún er heldur ekki að setja kröfur og fólk að vera eitthvað vinsanlegast kallið mig Írena, ekki Írena, en það er potið til fólk sem gera það, þú veist. Þannig að ég vill bara koma svo framfyrir því að fólk sem líka sér nafnum mitt er stundum bara eitthvað svona, byrju heitur þá Elfa eða segir mér Elfa og ég held bara, nei, you're cool, sko, þú mátt bara segja það sem þú vilt. En alltaf, Nei, ekki segja það. Segðu bara Elva, þú veist, eins og það sé með vaffi. Þú vilt ekki að fólk segja eitthvað Elfa. Ég skil samt alveg fólk sem heitir, þú veist, lesi þetta Elfa og segir Elfa og ég var með stelpu í Vestló sem heitir Elva með F-i og ég man að hún allir kölluðu hana Elfa og húst hún líka talaði sjálfa sig sem Elfa. Já, en ég er að segja, ef einhver spyrir því hvernig á að segja nafni, þá áttu ekki að segja að sé lægi að segja Elfa af því að þú hefur aldrei verið kölluð það. Það er alveg svona pík meðvirkja að vera bara, segðu bara það sem þú vilt. Já, ég bara, þú veist, ef fólk vil vera eitthvað, þú veist, ef einhver myndi kalla Elfa, ég myndi snúa mig við, skilur. Ég veit það, en ég er að segja, út af þú ert að segja, ef einhver spyr þig, þá myndi ég allan daginn vera bara eitthvað. Ég alltaf bara eitthvað, já, ég segi bara Elfa, skilur, en ef þú vilt eitthvað vera freaky with it og vera bara Elfa, skilur, you're fine. Ég er að segja, it's not that deep, sko. It's not that deep. Ég er að segja, ekki segja það. Slepptu bara að segja seinni hlutalausa setningu. Herðu, má maður aðeins lifa on the edge, eða? Allana. Já, ég heiti sérst Elva. Ég er fædd árið 1998, mjög snemma á árinu, ég er í janúar. Ég var vasperi, ég fyrsti dagur vasperans
það halda allir að ég sé steingeit. Nei. Ég er líka síðasti dagur sem krabbi svona að halda mjög margir að ég er í ljónstundum. Já, ég er engin steingeit sko, ég er bara vasperi. Kynna mig. Ég er bara rosalega interesting manneskja. Interesting. Hvernig myndi ég þýða þetta? Áhugaverð. Ég var með orðið áhugasöm í hausnum, en ég var svona, það passar ekki. Ég er mjög áhugasöm manneskja. Sæk, ég hef ekki áhuga á neinu. Já, mér finnst gaman að núna er ég svona að roleplaya eins og ég myndi mæta á nýjan vinnustað og ég ætla að segja eitthvað um mig, skilurðu. Mér finnst gaman að horfa á körfubolta. Nei, þú ert í körfubolta. Já, ég er og þú náttúrulega í körfubolta líka. Kennari, en þú ert... Já, ég er ekki kennari. Nei, en þú ert að kenna. Já, ég er að kenna, en á blaði er ég fagaðili í sérkennslu. Ég er að vinna í grunnskóla sem er fyrir börn með sérþarfir. Hvað bekk er alltaf með? Ég er með ljúflingarna í 3. bekk. Jú. Þannig að það er nú nokkur ábyrgð sem hvílir á herði mér á öllum virkum dögum skólaársins. En já, svo ert í körfubolta og þú ert lúxuspjalla. Já, það er alveg örugglega að finna eitthvað skemmtilegra orðið verið það. Ég er bougie, ég sætti mikið við neitt sem er ódýrt. Segir svona. Ég er að djóka, þetta er djók. Ég fíla bara allt sem er best. Já. Sem leiðum út í það að ég gat náttúrulega ekki verið með kallmönnum. Þannig að ég er gay út af því að það að vilja allt sem er best og að vera með kallmanni helst ekki beint í hendur. Það leiða mér að segja það. Ég myndi kalla þig gay-tin. Já, það er náttúrulega hægt að ræða að færa raug fyrir því líka. Ég er gay-tin í gay leiknum. Nei, ég segi svona, ég er bara nýfættur gayisti. Gayisti? Hvað ég segja? Endurfætt, sá ljósið. Ég get ekki lengur sagt að ég sé ný í leiknum. Það er að koma sko 3 ár síðan. Já. Þannig að, já. Ætli það sé ekki eitthvað. Nei, svo er reyndar að fyndið, þú veist. Nei, já, ég ætla ekki að fara að tala um kynniðina minna en núna. Ég ætla ekki að fara deep in it, sko, svo nei. Geymum það fyrir part 2 með Telmu. Já. Þú fara að tala um þína kynnið allan tíma þá. Elsku Telma. Herðu, en ég er með smá svona alveg langt intro, sko, þannig að við þurfum bara eiginlega að fara að spýta í lófana hérna. Já, spýtum. Byrja bara á, ég nenni ekki að vera með annan auka þátt fyrir Lófaland Final, þannig að bara tekið þetta smá bara rætt hérna. Líka. Já, ég var mjög sátt með úrslitin. Já, ef þú ert ekki búin að horfa á allt, þá myndi ég spóla yfir. Já. Gefum okkur svona 3 mínútur í þetta, bara ég nenni ekki, það er ekkert mikið að ræða. Nei, en já, ég er líka mjög sátt með úrslitin. Very happy, very pleased. Og þú veist, það er eiginlega ekkert meira að segja, sko. Nei, ekkert mikið meira að segja nema, þú veist, að eftir á, þú veist, þetta er mjög ólíkt mér, en ég fór alveg að adda þeim bara eiginlega öllum á Snapchat til þess að fylgjast með, þú veist, leiðinni heim og eitthvað svona, þú veist, ég alveg veika svo dagana, sko. Já. En hérna, það var eitthvað svona smá skrítið hvað Jeimin og Vitni voru ekki mikið saman, voru alltaf svona á sikkarum staðinum á flugvellinum og eitthvað, en samt voru þau góð, þú veist, en ég var eitthvað svona að reyna að lesa milli línan, hvort þú veist, það Vitni var alltaf svona fjarlægast hann. Sástu viðtalið við þau? Ég nefnilega ekki búin að horfa á neinn viðtöl, sko. Nei, það var viðtal bara beint eftir þáttin sem að India var með, þetta er svona podcast viðtal inn í hana The Hut, skilur, sem að þau fara alltaf inn í þáttunum sjálfum. Já, ég horfði ekki á það, en mér langar að ræða á eftir. Oh my god, hvað það var óþægilegt. Með það? Vitni var bara, eins og ég segi, dónaleg eins og hún getur verið, skilur. Og það endar þannig að India og Vitni unfollowa hver aðra á Instagram eftir þetta, sko. Já, ég var búin að sjá það.
ég sá þetta viðtal og þú veist, ég var ekki búin að sjá neitt eitthvað svona að vera að tala um þetta viðtal og ég klokkaði strax bara tjöfull er Whitney óþægileg, þú veist, hún situr eitthvað svo asnalega í stólnum, hún hann liggur hálfgerðlega, ok, ef það er ekki til, þá var ég búið til orð til hamingju ég, hálfpartin, hún liggur einhvern veginn í sófanum og Whitney, og India er eitthvað svona spyrja hana úti, bara eitthvað svona, já, hvað segir við fólk sem að segir að þú varst kannski aðeins svo mikið inn í drama sem var ekki þitt drama, bla bla bla. Og hún er ekkert að svara henni, þannig að India einhvern veginn svona útskýrir spurninguna aðeins meira eða eitthvað. Og Whitney er bara eitthvað, ég man ekki sem hvað hún sagði, en hún var bara dónaleg, hún var bara eitthvað svona, that's not the case, eða eitthvað svona, basically bara svona sagði, eða svaraði hennar, let Indíu pottið líða asnalega eða illa eða óþægilega að hafa spurt þessa spurningu. Þetta var svona ógeðslega góð spurning til að spyrja fyrir hlustendur eins og mig og þig, skilur, eða fólk sem horfði á þættina. Og þetta endaði bara þannig að Jaymen var, þú veist, basically byrjað að tala fyrir hana af því að Whitney var ekki að segja neitt og þá var hún bara yeah, charge it to the culture. Ég bara svona, what the fuck? Og þú veist, Indi eitthvað svona reyna að halda þessu eitthvað tempo og eitthvað skemmtilegu, lighthearted, eitthvað svona bara, yeah, okay, so just charge it, I guess, eitthvað. Heldur að sé eitthvað undirliggjandi með, þú veist, Dami og þá hjá Whitney, og Whitney sé eitthvað, vill ekki vera eitthvað kamó við India, af því að ég er búin að sjá mikla gagnrýni á að India sé yfir höfuð búin að vera eitthvað svona pundit eða þú veist, svona eitthvað, þú veist, í þessu podcasti ennþá eitthvað svona að gefa ráðum ástina, hún er búin að halda fram hjá kærastanum sínum, skilur, fyrir allra augum, skilur. Þú veist, fair enough, skilur, en Whitney er alltaf, þú veist, ég er ekki að afsaka hegðunin hennar, skilur, bara ég er að segja. Nei, ég veit að Whitney var alltaf eitthvað svona að preacha, skilur, bara eitthvað svona ekki láta ekkert á þig fá eða hold your head high, þú veist, hætt að gráta, bla bla bla, þú veist, alltaf eitthvað svona basically ekki að sína að eitthvað sé að fara í þig, skilur, og er alltaf bara eitthvað svona preaching it, að vera með class og allt þetta, skilur, þannig að segjum að India fara eitthvað í töðunar á henni eða hún sé bara eitthvað svona ekki að fíla Indiu eftir það sem hún gerði við Dami. Akkur myndir þú veist láta það hafa áhrif á hvernig þú og Jaymen eru í viðtali ykkur sem par, skilur, mér finnst hún vera fyrsta manneskjan sem myndi dæma, þú veist, ef að Belle hefði verið svona í viðtalinu þá hefði Whitney verið fyrsta manneskjan til að tala hana til, skilur, og verið bara hei, þú hefði alveg getað geimt þetta þangað til bara privately, skilur. Þess, þú veist, bara svona hennin til varnar einhvern veginn, þráttur að hún þurfi ekki að ég sé eitthvað að stikka fyrir, þá sko get ég ekki ímynda mér hvernig var að vera í þessari seríu og þú veist klárana og þú veist vera komin út úr þessu, þú veist, ruggli sem þetta var upp á, þú veist, bara í marga, bara 2 vikur sem voru rugglaðar. En já, þetta var alveg svo sem ekki að ræða þetta meira en, nei, ekki heldur, sko. En mér langaði mitt að ræða Indíu bara út að ég sá þessa, þú veist, ég sá mitt bara frétt þetta þegar að unfollowa hverjara og ég ætlaði að spyrja þig hvort þú vissir þetta og gott að þú vissir þetta væri Whitney af því að í fréttinni þá var í raun ekkit, Whitney var ekki nefnd en síðan skrifa ég hérna 2 seríur sem eru í gangi núna sem að svona fólk allavega eru svona í deiglunni hérna Tyra Banks, ertu búin að horfa á það? Hana, já. American Next Top Model. Þú veist, ég vissi þetta allt svona semi, þú veist, það var bara svona fínt að horfa á þetta og hérna já, fá svona skilning á þessu. Þú veist, ég var mjög erfitt með að vorkenna, eða þú veist, ég vorkenni þeim ekki einu sinni, þú veist, ekki neinum af fólkinu sem vann við þetta, skilur, ég vorkenni bara þeim sem tóku þátt í þessu, skilur. Mér finnst að vera voða mikið eitthvað að fría hina, einhverja ábyrgð, þegar þú veist, mér finnst bara svona allir eiga þátt í þessu og mér finnst ekkit allir hafa tekið ábyrgð þarna og þú veist, sumir ekki neitt, sko. Já, þetta er samt búið að gefa manni smá fyndin hérna memes á TikTok. Já. Það er ekki búin að sjá trendið þarna þegar fólk er eitthvað svona, þú segði Tyru frá því að þú veist, amma þín hafi, þú veist, mist kötti sinn í gær og þá er bara photoshoot daginn eftir sem að þú átt að halda á döðum ketti eða eitthvað. Já, eitthvað, my grandma died slipping in the shower og það er bara eitthvað. Já, næsta photoshoot er bara eitthvað í sturtunni, bara. Alveg að þetta. Já, það er fyndið. En önnur sería er hérna Love is Blind á Netflix. Ertu að horfa á það? Nei, ég er ekki byrjuð en ég og Telma vorum með það á skjánum í gær og ætliðum að byrja að horfa.
Já, ég byrjuð að horfa og ég veit ekki, þú veist, ég vil ekki spoila neinu, en ástæðan fyrir ég hætti að horfa á þetta, þú veist, ég hef ekki hort sko bara frá því að, nú man ég ekki hvað þau heita einu sinni, en ég hef ekki hort síðan að svarta stelpan og hvíti strákurinn giftu sig, þú veist, sem var svona wholesome og cute fyrir löngu sko, þú veist. Já, ég held að það hafi verið sería 1 eða 2 sko. Já, þú veist, ég hef ekki hort síðan þá og ég er samt svona, þú veist, alltaf séð svona fréttir og þú veist, hvað svona aðalega þú veist, hvað það kemur í ljós að einhver átti bara kærustu og eitthvað svona, eiginlega alltaf gaurarnir sem að eiga bara svona hálfgera kærustu sem að hangera eitthvað svona situationship sem að þeir segja bara að þeir séu að fara að vinna einhver staðar í smá stundu eða eitthvað bla. Og bara mér er svo skrítið að sé ekki búið að velja betra lið að gera meira svona background check á öllum og þú veist, er ekki hægt að fara bara meira onni kjölinn hjá liðinu áður en þetta var líta af því að mér finnst þetta svo mikið vera bara svona dæma eða stöðadæmt eftir svona marga seríur af, þú veist, fólk sé að trúa á einstaklingana og er bara í alveg að fara að gifta sig og síðan bara eitthvað þegar þetta allt er búið og reunion og eitthvað bara svona, ég er ekki búin að horfa á það náttúrulega er ekki búið sko serían, þannig ég er bara svona að giska á hvernig reunion verður, að þú veist þurfa að fara í gegnum alls konar eitthvað drasla sem að, þú veist, fólk er að fara inn í þetta með, þú veist, einhverja fortíð sem er ekkert búið að klára, skilur, svona, mér finnst þetta svona leiðilegt. Já, mér finnst líka bara bandaríska versionið af þessu alltaf vera hræðilegt eftir að, þú veist, ok, það hefur alltaf verið hræðilegt konsept og maður er að cringea basically yfir þessu bara frá fyrsta þætti, skilur, en maður horfir samt á þetta. Svo byrjaði Bretland að komi, að þú veist, UK var með Love Island, jú, auðvitað, en Love is Blind og leið og Bretland, leið og var Love Island, fucking hell, leið og var Love is Blind UK, þá varð Love is Blind USA hræðilegra, skilurðu, út af því að það er eins og UK standi sér bara miklu betur í að finna sko fólk sem er bara meira venjulegt, skilurðu. Það er bara, Bandaríkin er bara svo fullt af fucking cloud chasers sem að, þú veist, sjá bara, þú veist, peningamerki í einhverju svona og er bara alveg sama hvað þau eru að gera í lífinu. Þú veist, það getur bara ligguð verið að fara að giftast einhverjum öðrum bara, nei, þetta er tækifæri fyrir mig, skilur þau. Já. En þú veist, Love is Blind UK, það hafa alltaf verið fólk sem að svona kannski, fólk sem að svona sér kannski smá sjálfum sér í eða finnst kannski bara eitthvað svona frekar, eins og ég segi, venjuleg innan gæsalappa, þú veist, eru bara eitthvað svona, já, ég var bara að klára háskóla og ég er að fara að vinna í þessu eða eitthvað, skiluru, og fólk sem er allan að, þú veist, oftar en ekki genuinely að leita að einhverju eins og þú segir, þú veist, USA er alltaf bara eitthvað svona basically að þessu til þess að verða fræg, skiluru. Já, ég er að gleyma því, ég horfði á síðustu seríu af Love is Blind UK hérna með Benaya eða mann ekki, þú veist, þannig sem var eitthvað svona nomad og það er einn nomad í þessari seríu af Love is Blind USA og það er allir bara eitthvað svona ég vil ekki skemma af því að ef fólk eftir að horfa á þetta, en það er bara svo fyndið að bera þá tvo saman af því að það sérst kemur í ljós, eða þú veist allavega þegar fólk gerir eitthvað deep dive, þá kemur í ljós að hann að Benaya er bara eitthvað svona old money gaur, skiluru, og getur bara, þú veist, verið í þessu nomadic lifestyle eins og hann vill, sko, en það er svona vilja hinir, allir vilja meina að þessi sem er í Love is Blind USA er bara eitthvað svona ógeðslega mikið að play it up, að hann sé eitthvað svona nomadic, en það er bara eitthvað svona glansmynd af því að hann sé heimilislaus og ég er bara alltaf í Airbnb út allt og eitthvað svona, þú veist, hann þykist vera svo mikið tappi, eitthvað svona day trader og eitthvað svona, og það er allir bara eitthvað, segðu bara og setja heimilislaus, skilur, og vitir ekki hvað allar gera, getur ekki þroskast og þú veist, vita hvað allar gera í lífinu, skilur, bara svona hræðilegt, sko. En við erum í boði Kosar X og ég var að sjá á samfélagsmiðlum hjá þeim, ég heldur að einhver hafi taggað þau að maskin, og ég ætlaði að senda mér þessa mynd og niður í símanum og ég er að taka upp á símanum, en það var svo geggjuð svona maska hilla frá þeim í Hagkaup, ógeðslega djúsi, og djöfull ætla ég að maska mig í gang á Íslandi, ég er alltaf bara að plana hvað ég ætla að gera þeim með svo mikla pössun, sko, á Íslandi. Elva, hefur þú pröfað lip scrub frá þeim? Já, lip scrub frá þeim. Ég langar að pröfa það, ég er með þetta fyrir fram að mig hérna. Já, það er kósí, sko. Kósí, það bæði sko að lip plump
lip scrub og lip sleep. Já, mér langar í lip sleep. Mér langar bara í þetta allt. What the hell? Give me 14 of those right now. Right now, sko. Kossin maður, kossarexin. Kossin. Cosrx. Elskum. Nei, byrjuð, sólaverðin sem þú ert alltaf dásum og hún er skinn 2004, er það? Nei, það er kossarex. Ok, ég þarf að fara beint í hana, það ekki mig. Já, þú eru bara ekki að nefna hann aftur af því að þú er búin að banna mér. Nei, Jóel er líka búin að vera að grína svo mikið með þetta. Já, hún er bara best, þú veist, ég myndi alltaf kaupa hana, þú veist, bara aftur. Já. Þú mátt hafa augun opinn fyrir mig, út í búð, hafa upp á krónunni, af því ég er að koma til landsins og ég finn þetta ekki hér. Ég finn þetta ekki einu svona Amazon, ég veit ekki alveg hvað máli er. What? Já, þú eru þá að kaupa bara nokkra túpur hér, sko. Já. Ég skal segja fólki hvað þátturinn í dag snýst. Hann snýst... Nei, ég er að gleyma öðru intrónu. Hvað? Sem ég bað þig. Já, selfie-in. Já. Það tók mig 3 daga að fá Elvi til að senda mér eina mynd af sér í dagsbirtu. Ég veit að það er erfitt að vinna með svoleiðis dagsbirtu á Íslandi. En, veistu eitthvað af hverju? Þetta er eitthvað í hug? Nei, ég er bara að vona að þessi mynd fá ekki að sjá dagsins ljós, sko. Hún er svo ljót. Leggið inn á mig 150 skall og ég skal senda þessa mynd á okkur. Elva, þú getur fengið 25.000. Djók. Nei, ég er ekki að gera neitt við þessa mynd. Nema það að hefur þau séð svona þegar fólk situr svona fyrir fram að spegil og það er einhver svona ógeðslega tilgerðarleg manneskja oft. Tilgerðarleg, það er orð þáttarins. Hérna, að setja svona fyrir fram að þau svona liti. já. Svona color theory. Og ég, finding my pink again, er svo mikið, mér langar, þú veist, að byggja fataskápinu mig upp og lalalala, allt þetta og, þú veist, skart og bara, þú veist, langar að eiga eitthvað, þú veist, góða hluti sem að, þú veist, er bara gæði í, en ég byrja alltaf að svona, þú veist, fæ svona analysis paralysis, svona, þú veist, að ég byrja svona hugsa hlutina og enda á að kaupa mér ekki neitt og enda mér að kaupa mér bara eitthvað fast fashion, þú veist, út að ég vil ekki eða miklu að ég veit ekkert hvað ég er að gera, líður alltaf þannig. En ég ákvað að spyrja gervigreindina sem ég mæla alltaf með að fólk noti í hófi, en mér fannst þetta sjúklega bara vel heppnað af því að ég fekk bara frekar góða litagreiningu og þú veist, tjatarinn sagði mér, þú veist, að taka mynd í dagsbirtu, þú veist, hárið fyrir aftan eyru og þú veist, náttúrulega ómáluð og bara, hérna, ekki, þú veist, það má náttúrulega standa við glugga en ekki eitthvað svona, þú veist, birtu frá, þú veist, eitthvað svona, hérna, þú veist, ljósi inni hjá okkur og þess vegna var ég að biðja Elvu þetta og kemur í ljós að við erum ekki með sömu palettu. Ok. Þráttur að vera allsýstu, ljósarðar, bláæðar og allt þetta. En ég ætla að lesa þetta fyrir þig. Ég er sem sagt soft summer. Ég ætla að sýna fyrir þá sem er að horfa. Þetta er soft summer. Sést þetta ágætlega? Já, pastelitin þínir. Nei, nefnilega, þú veist, þetta er samt svona meira muted. Ég sé alveg pastelliti hana. Já, það er smá svona, hérna, pastel, en samt svona meira muted, af því að þú ert light summer, og það er meira svona, ég var soft, og þú ert light summer, þú ert meira svona, allavega svona meira svona, þú veist, popping, eða þú veist, svona bjartar litir einhvern veginn. Sko, ég var alveg hreinskilin allavega ég að horfa á þetta gegnum skjáin, ég sá ekki mikinn mun, sko. En það light summer og soft summer. Þú veist, þetta er ekki bara borderline sama. Horfðu hvað þetta er muted, þú veist, svona, það kannski er erfitt að sjá þetta en ég get að senda þessar myndir. Svona daufari litir. Ok. Sér ég, bjartari hjá þér. Ég get ekki sagt að ég sjá það, sko. Þú verður bara að senda mér screenshot að þessu. Já, ég þarf að senda þér þetta. En ég, þú veist, gera þetta, ég spurði út í náttúrulega litina, svo spurði ég út í, þú veist, skart, þú veist, gull versus silfur og þú veist, allt þar á milli. Ok, hvor er ég? Og make-up og allt þetta. Haltu þér, við erum hvorar gull, sko. Já, geðveikt. Ég er aldrei með gull. Ég er tím silfur, sko, og hef verið í mörg ár.
Já, en þú ert samt, þú ert meira en ég, þú veist, þú mátt meira en ég vera með gull af því að það er meiri svona, sorry, þetta er alltaf ensku, svona warmth í þér heldur en mér. Ég En er ég ætla að liturlega lesa gull bara- núna, sko. Já, en þú veist, það svona dregur meira frá mér að vera með gull heldur en þér, þú veist, þú kemst meira upp með það heldur en ég. En samt mælt með silfri eða hvíta gull fyrir okkur báðar. Sko, já, ég ætla bara að lesa þetta hérna. Við erum báðar cool toned, ég er soft summer og þú ert light summer. Munurinn er mýkt og dýft versus ljósleiki og ferskleiki hjá þér. Þannig að þú veist meira svona ferskt og svona birta yfir hjá þér en meira eitthvað svona dýft hjá mér. Og það sem klæðir mig best, þá sérst litir, er slate blue, soft navy, dusty rose, sage eða charcoal. Og þú, hérna, eitt sem ég fannst athugavert við þig versus mig, ég má meira vera í svona krím en þú ætti freka að vera svona í hvít, alveg hvítu yfir í svona freka svona grátóna, þú veist, ekki að vera í krím eða þú ert að velja eitthvað svona, þú veist, í ljósar litum. Ég ætti að forðast svona karrígulan eða þú veist svona, já, svona sinnepsgulan, kamel eða peach eða koral sem er alveg litir sem ég sækist í, eða þú veist svona peach svona, þú veist, allan þannig bleikan og skæra neonliti er ekki fyrir mig. Svo spyr ég líka út í hár, ég var búin að gleyma því. Hjá mér er cool eða neutral blond, smá smóki eða ashy tónar, ekki honey eða golden. Gott að vita því að ég er ekki að fara út í trendið að vera svona eitthvað honey golden blond, þar fer mér ekki. Ég var alveg að fara yfir þann vagn, en ég ætla að vera svona eitthvað biscuit teddy blond vonandi núna. Ég ætla að reyna það. Hvað, þú veist, þessi nöfn. Já, ég er ekki alveg svona- honey blond núna, ég er að pæla að vera biscuit teddy. Já, ég er að pæla að vera hérna, þú veist, ég veit ekki hvað ég ætti að segja. Ég ætla að vera biscoff blond. Ég er að pæla að vera roasted chicken hérna sumarið. Hættu. Herru, ég bara á að forðast skær gult gull eins og heitan eldin. Þannig að já, vitum við það. Þú, light summer, enginn er, þú veist, kaldtóna en samt bjart, ferskari, lítill kontrast og það sem klæðir þig best, uppáhaldsliturinn af mömmu og okkar, powder blue. Ég hef aldrei séð þig í einhver þannig lit. Powdered blue, er það þessi Powder blue? ljósægræni? Nei, bara ljósbláu eins og er á hérna, þú veist, þessi eiginlega. Sorry, þú veist, svona þessi, cirka, einhvers þar hér. Já, jú, ég hef verið í prjónapausu eftir mömmu í þessum lit. Ok, ljósbleikt, lavender fjólublátt, myndugrænt, ljóst gallaefni eða soft cool grey. Þú ættir að forðast of dökka liti eins og charcoal og deep navy eða dekkra, of þunga svona berja tóna eða mjög svona heit tóna svona gull, út í gull, eða svona gulllitað. Hár, það sem færið er best, segir hann icy blonde, pearl blonde, very light cool blonde, ekki caramel eða honey. Alls ekki karamellu eða hunang í hárið þitt. Nei, það er sem að ég var að reyna að transforma yfir í, þú veist, minn hárlit, þú veist, þennan dökka hérna og setja bara minna af strípum. Og þegar að það var búið að vera í svona hálft ár, þá var ég bara, eða skilur, ég bara þetta fer mér ekki og núna er ég smá ljós og ég á tíma aftur og því ég ætla að vera ennþá ljósari. Yeah. Af því að ég bara, það fer mér bara, eins og chattarinn er að segja, bara að vera ljóshærð, sælla minninga þegar ég var hvíthærð því ég aflitaði á mér hárið og misti helmingin af hárinu. Með topp, og varst með der toppinn. allan hringinn. Já. Ef þú settir upp í taklega það var bara svona Já, það var búið að brenna bara allt af, en nú ger ég það ekki lengur. En já, ég skal senda þér þessar myndir. Fyrir þig allavega og þú mátt bera þér saman með mína ef þú vilt fá hana líka. Já. En ertu ánægð með að hafa sett mér þessa mynd? Fannst þér þessi liður verið í lagi? Já, nema ég veit ekki alveg með fötin, þú veist, ég er mjög mikið í, þú veist, annarkvort er ég í svörtum fötum eða í svolítið svona dökkum litum, sko. Ok, ég er aftur, sorry þeir sem er að hlusta, þá er ég að sína aftur hérna. Sérðu þannig næst efsturöðina? Já.
Þetta eru svona dökkulitið sem þú ættir að reyna að finna. Já, þetta eru svona dökkiliti sem ég er að vinna með. Já, en þetta er samt svona, þú veist, þetta er ekki alveg út í svart, þú veist, það þarf að vera svona aðeins ljósara en Já. svart. Ég bara elska alla svona jarðliti. Þú veist, grænn, svona mosagræn er nýja uppáldið mitt. Ég var að kaupa með leðurjakka sem er svona dökk mosagræn. Og þú veist, ég elska brúnan og svona, þú veist, ég veit að þú sagðir ég ætti frekar að vera hvítu en ég fíla kremaðan. Ég á svona silfraða skyrtu líka, þú veist, hún æði. Þú veist, þetta er auðvitað, þú máttu auðvitað vera í hverju sem er, en þetta er talað svona, þú veist, eins og ef maður skoðar bara myndir af, þú veist, ef þú myndir fara að skoða svona color theory og það er svona sýnt þegar fólk er, þú veist, stælað í einhverju sem að, þú veist, fer þeim ekki, þú veist, sérðu einhvern veginn svona hvernig andlitið og hárið og allt poppar miklu meira þegar þau eru í réttum lit, fattarðu? Þannig að þetta er svona, þú veist, ef þú vilt að, þú veist, þú njótið þín, eða þínir svona features njótið sín sem best, að þá ættir að velja eitthvað, eða þú veist, ættir að pröfa að skoða eitthvað af þessu, skilur. En allavega, bara smá lifehack að núti fyrir ykkur ef að þið hafi verið að sjá svona myndbönd og langað, út að ég hef alveg skoðað að fara í svona, kostar dópíu sko, þannig að ég hef ekki, sem betur fer, hef ég ekki lagt í það ennþá, þannig að núna er ég búin að hakka mig í gegnum þetta. En já, í dag ætlum við að ræða nostalgíu og við erum náttúrulega aðeins búin að koma inn á þetta eins og í matarþættinum og svona, en í dag erum við að fara að ræða bara svona, reyna að ræða mat ekki neitt, en það kannski kemur inn í smá svona flokka hjá okkur, og það okkur langar að ræða svona, svona daglegt, hvað segir maður? Daglegt amstur. Já, svona í gamla daga, í kringum aldamót og þar, nei, og síðan bara svona hvað maður gerði og hvað svona stendur upp úr hjá okkur. Við glósuðum svo mikið og við erum eitthvað búin að reyna að setja þetta í einhverja flokka, en þetta er smá svona all over the place. En svona aðalflokkurinn sem er svona, hvað ég að segja, svona mest svona cohesive er það sem við vorum að horfa á. Ef við kannski bara byrja að fara yfir það. Já. En reyndar áður en við segjum það, þá langar við bara að viðurkenna og sem að útskýri mjög mikið við mig, ég er yfir meðalagi sjúk í alla nostalgíu. Það er eitthvað í mér, þetta er örugglega eitthvað ADHD tengt eða eitthvað svona, ég er bara svona, ég elska að skoða gamla myndir, ég elska að endur upplifa minningar, ég elska, þú veist, og það er ástæðan fyrir ég er bara smá psycho þegar kemur að ég að taka myndir og eiga allt. Ég held að ég sé bara svona, já, smá psycho með það, en samt svona vonandi á góðan hátt. En já, ef að byrja að fara við bara svona sjónvarpsþátta og bíómyndalistan. Vilt þú byrja og ég? Já, sko, ég var í göngutúr síðustu helgi með mömmu og Telmu og við vorum í hana gamla bænum í Keflavík. Jú. Já, og þá segi ég við Telmu, já, horfður aldrei á Didda og Döði kötturinn? Hún er eitthvað, nei, ég veit ekkert hvað það er. Af því þá tekið upp í gamla bænum í Keflavík og það er eitthvað svona nostalgía fyrir mér, Didda og Döði kötturinn. Didda náttúrulega var bara með okkur í skóla, sko. Já, ok, ég reyndar að vissi það ekki, en Didda, hún heiti það náttúrulega ekki. Ég held að hún heiti Kristín eða eitthvað. En já, svo sem leikana, hún Já, en svona því ég hugsa tilbaka eitthvað svona bíómyndir, þú veist, þá sérstaklega íslenskar. Þá var það Didda og Döði kötturinn og Regína. Og Stikkfrí. Stikkfrí er... Oh my god, Stikkfrí. Já, Stikkfrí maður. Til allra sem að eiga ekki börnan úti, af því ég veit að við erum svona, þú veist, við erum með mjög skiptan held ég fylgjendahóp eða hlustendahóp sem að, þú veist, eiga ekki börn eða eiga börn. Ef ykkur fannst senan í Stikkfrí ógeðslega þegar að rústu eldhúsinu með bleiu upp á borðið og svona, ég vil ekki segja þér hversu oft íbúðum mín hefur lítið verð út en það ég mann sem að vera lítill maður bara, oi reyndar var, þú veist, ég er ekki að segja að sé einhver kúkableir upp á borðið hjá mér, skilur en svona, þú veist, ég er oft bara eitthvað svona, minnir mig bara eitthvað oh my god, þetta er verður en í Stikkfrí, sko. Vá, Stikkfrí var svo góð mynd, sko. Já, ég bara, hún er geggjuð, sko, en já Didda Döði kötturinn og Regína, þú veist, við áttum aldrei Regínu, hvar horfðið þú á Regínu? Örugglega bara, þú veist, hjá Lofísu eða Kristrúnu eða eitthvað, sko. Já. Ég nefnilega man bara eftir að sé hana einu sinni eða eitthvað, en ég mér fannst hún svo skemmtileg að ég var alltaf bara eitthvað svona, getum við hort á Regínu, alltaf að biðja það hjá einhverju sem átt hana, bara eitthvað, nei, ég nenni ekki að horfa aftur á Regínu. Svona. Já,
En svo ertu með eitt annað á listanum sem er líka svona náttúrulega sem er mynd en samt, ég veit ekki, það komur varst þú alveg lítil þegar litla ljóta lirfan kemur út? Þú veist, já, það ekki, eða þú veist, ekkit kannski Jú, eitthvað kannski. 3 ára eða eitthvað, en þú veist, ég var samt alveg ung, skilurðu, ég var örugglega svona 5 ára eða 6 ára. Já, ég man að ég var alveg svona, þú veist, orðin það gömul að ég eitthvað svona, ég er ekkert að fara að horfa á dótturinn einu sinni, skilur. Nei, já, sko, þegar ég litla ljóta lirfan kom bara í hausin á mér, þú veist, svona ákveðin mynd, eða skilurðu, þú veist, ákveðin útgáfa af henni. Þegar ég var eitthvað svona, hvað var ég að horfa á þegar ég var yngri, og af ykkar ástæðu kom litla ljóta lirfan upp í hausin á mér. Sko, er ég að muna rétt að það sem mér fannst svona groundbreaking við hana er að það var eitthvað svona meira í valmyndinni, manstu? Það var að horfa á eitthvað svona eitthvað deep cut og eitthvað svona sem í leikur. Já, Hringir eitthvað svona einhverjum bjöllum. bloopers og eitthvað líka. Já, eða eitthvað svona ekstra efni eða eitthvað. Já, ég heldur sér ekki að minna vitlaust. Nei, ég nefnilega var að reyna að hugsa, var það eitthvað leikur, en nei, ég held að það vera eitthvað svona, bara eitthvað, Ég held að hafi verið bara wow. eitthvað svona, já, bara eitthvað svona sidequest dæmi, skilurðu. Já, eitthvað svona extras. Já, En síðan er náttúrulega eitt sem er iconic og það er Söngvaborgin. já, Réttu Penn sem fór á söngnámskeið á Siggu og Maríu Björg. fór Ég ég. var að gera... Nei, ég veit það ekki, ég held ekki. Ég fór allan með þegar þú Já, varst. með. Ó, litla, sko, Var það ekki þegar alveg hjá mamma og pabbi- valsheimilinu? jú, það sem lítur út eins og kirkja eða eitthvað, ég veit ekki hvað það er. Já, Eða þú veist, það var einhverju tónleikar þar í restina þar sem ég átti, þú veist, mér finnst svo fyndið að það hef engin klokkað að ég hafi verið kvíða hrúa sem krakki af því að bara þegar ég hugsa að hafa verið þarna og þurfti að syngja fyrir fram fólk og verið að syngja á teipu og eitthvað, þú veist, ég var svona korter í, bara, þú veist, hefði ég vita hvað það væri, þá hefði ég örugglega verið bara eitthvað, þú veist, að fara að ringi í Píeta í staðin fyrir að, þú veist, taka þátt í þessu, þú veist, ég bara var það kvíðin, sko. en byrju, sýndur það eitthvað? Ég örugglega einhvern veginn, þú veist, ég ældi einu svona leiðin á 5-leika sýningu. Þú veist, there were signs, en þú veist, ég er ekkert vissum að einhverju hafi vitað, þú veist, hvað. Nei, þú veist, Lóisa, kvíði var ekki til þegar að við Nei. vorum, þú veist, kvíði Ég er veit basically bara nýtt, Ekki. sko. Kvíði var ekki til 1999, sko, hvað þá í börnum, þannig að, þú veist, Kvíði var ekki til bara árið 2016, sko. Ég man ekki eftir því að hafa verið, þú veist, eitthvað að tala um að ég var í kvíðin, þú veist, þegar ég var til dæmis í menntaskóla, sko. Þú veist, þá var ég bara eitthvað, já, ég er alveg fyrir eitthvað stressuð fyrir þessu lokaprófi, skilur, og þú veist, var bara búin að naga neglurnar til blóðs og bara grannast 6 kíló, skilur. ég líka þegar sálfræðingur minn segir alveg, þú veist, þegar ég fór til sálfræðings eftir ég átti held ég Marel eða Flóka, ég man ekki alveg, en þegar hún segir eitthvað já, þú hefur alltaf verið með svona mikinn kvíða og ég bara, byrju, hef ég verið með kvíða? Nei, er það? Og þá þurfti að stafa það aftur ofan mig allt sem ég var búin að segja, bara eitthvað, já, þú veist, þetta er skýrmerkjum kvíða. Ég Já. var bara, Ég líka var ekkert að svara eitthvað svona spurningalista, þú veist, fyrir svona ADHD-dæmi. Ekki því eitthvað í greiningu eða eitthvað þannig, heldur bara svona, sálfræðingur minn var eitthvað svona, já, prófa að svara þessum lista hérna fyrir mig. Þú veist, ég vissi í raun ekki hvað hann var að tjekka, skilur, á. Og ég var bara eitthvað svona að svara þessum spurningalista og ég var bara, já, það, þú veist, hann er að fara að lesa úr þessum lista, skilur, og vera bara eitthvað, já, þú ert alveg örugglega með ADHD eða eitthvað. Nei, kemur bara, já, þú ert hérna á bara háalvarlegu stigi þegar kemur að streitu og kvíða. Ég var bara, ó. Þú veist, þá hafði ég aldrei pælt í það að ég væri eitthvað kvíðin, skilur. nei, ég allan hélt bara allir væri svona eins og ég, skilur, þannig að ég er bara eitthvað að fólk er ekki að tala um þetta þegar að tala um kvíða. Er ekki low-key allir kvíðnir? Jú, að einhver leiti myndi ég að segja, þetta er bara Ég róleg hef eins og ekki allt annað. kynnst manneski sem bara eitthvað svona, þú veist, fer í gegnum lífið á hans að vera kvíðin, sko. Þú veist, er ekki bara kvíði smá eins og hausverkur, skilur, þú veist, þá fáið þetta allir eitthvað tíman, þú veist, bara út af mismunandi hlutum og svo fer það bara. Við allan að hvetjum alla til þess að þekkja kvíðan sinn, við sem gátum ekki greinta hjá sjálfum okkur fyrir að stafa honni okkur. Já. En höldum áfram, Söngvaborg, tölum um þættina af því að það er alveg íkons sem að leynast í Söngvaborg og svo er alveg svona, ég væri til í svona þátt svona, hvar eru þau nú? Já. Það var gott. Söngvaborg krakkana. 2 stelpur sem er með mér í bara litlum vinahóp úr Vestló voru í Söngvaborg. Já, ég man Og eftir að hafa hort á Söngvaborg þegar ég var lítil og er eitthvað svona,
ég vil vera þessi, eða skilur maður valdi sér alltaf eitthvað til þess að vera og ég var bara svona, og þú veist, og ég hef stundum séð þessar gælur bara svona á Instagram í dag, bara eitthvað orðna mömmur og eitthvað og ég bara svona, já, ég bara í æskunni minni horfði á þig kannski 5 sinnum í viku og var bara ég er þú. Ég er þú. Ég er þú. Ég man líka, þú veist, af því að það er eitt líka svona bara svona uppeldisbróðir okkar sem var í þessu. Já. Í Gap-peysunu sinni og ég man einhvern tímann þegar, þú veist, ég held að bróðir hans hafi verið komin í, þú veist, peysu bara svona hand-me-down, skilur í Gap-peysunni frægu. Þá var ég bara, þetta er Gap-peysun. Já. Gula Gap-peysan sem var í Söngvaborg. Söngvaborg var alveg, þú veist, í mörg ári, það ekki? Jú. Og bara, þú veist, alveg þangað til að Jana var lítil held ég, sko, þú veist, Já. allavega var það eitthvað svona reboot, þú veist, þannig að þegar hérna besti pastakastari Ítala, Já. hann Þegar hann að mörgja sinn úr Íslandsbanka var mættur. og Masi, Já. það var eitthvað sér maskott fyrir þau bara, eða ekki? Eða var hann átt hann heima eitthvað strannastar? Ég veit það ekki. Ég manna ekki. Mér finnst reyndar ótrúlegt að Telma Lind hafi, þú veist, mín Telma Lind hafi aldrei verið að syngja hana í Söngvaborg. Já, Það hefði verið alveg right up her alley, sko, að vera mætt þangað. hérna Strawberry Shortcake, nei, Já, hvað? bókstaflega. En síðan er ég með eitt svona iconic allavega heima hjá okkur sem að skoðir í Hugo, abanir, sikkoðsak. Já. Góli. Einmitt, sko. En síðan varst þú með á lista náttúrulega Ava. Já, þú veist, ekki bíómyndir, þú veist, hann að Afi, Já. var það ekki svona stundin okkar? Var það ekki bara skrýbóið? Þú veist, hann var bara svona eitthvað svona inn á milli, þú veist. Já, getur verið. Er ég að rugla? Nei, ég man ekki, þú veist, í hvernig setup þetta var, skilur, en ég man allar alltaf eftir að hafa horft á þegar hann var. Þú veist, hann var bara með eitthvað svona pakka, þú veist. Og svo byrjaði Pokémon eða eitthvað eftir þegar hann var búinn að segja vísur eða Já, eitthvað. jú, og það þú getur verið að það hefur bara verið málið, sko. Minnir það. En síðan er svona náttúrulega stundin okkar og þá er Ásta og Keli sem er svona fyrsta sem ég man eftir. Já. Síðan var hann að Jói, þú veist hann að Superman eða svona ofurhetja eitthvað. En hann heiti, Jói? þú veist, hann heiti Jói í alvörunni. Hvað hét hann? Bjartur? Nei. Var ekki Björgvin Frans? Nei, hann heiti Jói í alvörunni held ég. Hann var alltaf í svona Superman búning eða svona einhverjum ofurhetju búning. Já, jú, með svarta hárið. Já. Og svo Já. var stelpa líka, það var ekki Bjartur og Birta eða eitthvað. Getur það verið? Já, jú, eitthvað þannig. Já. Og Já, var svo síðan var Björgvin stundin Frans. okkar með Björgvin Frans. Já, ok, ég man ekki eftir því, ég hef verið orðin á gömul fyrir það mögulega. En er eitthvað meira, þú veist, náttúrulega maður mann ógeðslega vel eftir öllum svona, þú veist, jóla, þú veist, bara allt sem að Já. Rúf gerði svona í kringu jólin og síðan, Jóladagatali hann að Jesús og Jósefína. það hefur bara ekki Hann verið var gert svo betra en það. sætur. Eða þú veist, það hefur bara ekki komið neitt betra en það, Nei. það var allavega eitthvað svona umræðum að, Jólin í hann að Snædal er örugglega næst sem var gott, sko. já. En af því að þú segir að hann var svo sætur, má ég segja þér hvað var svona, hann var svo sætur fyrir mér og örugglega stelpum á mínum aldri. Hver var það? Þú veist, ég ætla ekki að kalla þetta eitthvað sexual awakening, en þetta var rosalegt að horfa á þetta á sín tíma. En hérna er ég með mynd af Eve og Adam. Kannast þú við þau? Já, ég man eftir Eva og Adam. Þetta er eitthvað sænst dæmi. Og þetta var alveg iconic, sko. Þú veist, Voru það þættir? sko, það eru þættir og svo var held ég einhver svona ein svona sem var svona mynd, eða þú veist, allavega aðeins lengri, mögulega var bara klukkutími eða eitthvað. En þetta er sérst svona úlinga og mögulega bara svona, býtu hvað nú? Það var eitthvað lag. Urður að ringi mig. Urður, ég er að taka upp hlaðvarp. Viltu gjöra svo vel að ringja ekki í mig? Ég er einmitt með á Do Not Disturb, en síðan er ég bara eitthvað, ég er samt móðir, þú veist hvað ef það er eitthvað að gerast krakkum. Ég er með á Dúnettu störp. Hún er búin að ringja og svona ringja strax aftur. Ég er í lægi. Það er eins gott, hún sé Það ekki. er ótrúlegt. Þú Nei, eru ekki séð myndi- mýmið hana Who dare to call me when I'm so busy? Þetta er þannig. En já, það var eitthvað lag, Hvaða lag var það í Adam og Eva? það er eitthvað Mercedes-Benz, eitthvað. Já,
Oh Lord, won't you buy me Var það a þetta lag? bird? Það var þetta lag. Ok, ég held ég var bara ruggl saman. Vá, ég þarf eiginlega að finna klippuna. Getur þetta ekki bara verið nýja stefið okkar? Eva og Nýja, eins og við séum við Adamson. eitthvað. Nei, ég er með gott stef. Ég skal vera með mækin og vera með eitthvað svona trending TikTok sounds sem er stefið okkar. I got like hell money, I got like Ok, Elva er eitthvað að stimma sjálfa meðan ég er að reyna að finna þetta á YouTube. En já, svona, ef við tölum aðeins þetta, því ég væri alveg til að horfa á þetta aftur núna sem foreldri, af því að þú veist, allt svona sem, þau eru bara eitthvað ógeðslega mikið svona, þú veist, ég er ekki viss um að eða þú veist, við hefum verið átt að vera að horfa á þetta þegar við byrjum að horfa á þetta, af því að þetta er bara svona, það er allt svo svona eitthvað mikið tension í loftinu og þau eru svo skotin í hvort öðru og það er svo mikið að langa svo að kissast og eitthvað bla bla bla. En þú veist, ég er ekki að segja að þetta hafa ekkert eitthvað slæm áhrif á mig, en mér finnst bara fyndið svona, þú veist, ég væri til að horfa á þetta aftur og vera bara eitthvað svona, er þetta í lagi? Svona myndi þetta vera gert í dag, dæmi. Já, þannig. Örugglega ekki, það náttúrulega má ekkert í dag. Það má ekkert í dag, það er bara vóki er að vinna, sko. Tjúk. En Latibær og Límmiðabókin. Já, manstu Já. ekki eftir því? Elva, man ég eftir því, ég var svona rétt orðinu of gömul fyrir þetta og ég var alltaf að horfa á því bara hvað, mér langar líka að gera þetta. Mér langar líka. Af hverju fá ég ekki að gera þetta Ég ætla líka? að fá mér peru í dag. Já. Ná við límiða. Líma. Ég man sko eftir því gamla eldur svona á miðgarinu. Þannig að Já. bara króknum litla. En mér minnir þetta hafi líka verið bara eitthvað svona meira en bara eitthvað ávextir. Þetta var líka bara eitthvað svona að kenna manni eitthvað markmiðsetningu og eitthvað. Þú veist, þetta var bara eitthvað svona, maður átti að skrifa markmið og eitthvað þannig. Ég man Já, bara... það var líka, þú veist, bara hreyfing og þú veist, göngutúr Já. og eitthvað held ég. Mhm. En síðan skrifaði þú línulega dagskrá og skoðana í blaðinu. Já. Ég man alveg eftir því að vera, þú veist, að skoða þetta, þú veist, bara eitthvað borða, reyndar, þú veist, kókaböfs eða eitthvað á mótnana og vera að skoða þetta. Já, ég man eftir því líka. Og lesa á Það bara mjölkina. látum okkur nú sjá hérna á stöð 2 klukkan 14:10 þá er þetta, eða skilur Þetta var doomscrollið í gamla daga. Já. Og Neighbours voru alltaf Oh my god, dagskrá. Elva. Nei, sko, Neighbours, það fyrir mér minnir mig bara á og bara, mér langar að sjá þetta en bara þið viti hverju þið eru ef ég er að, hérna, þegar ég er að fara að segja þetta. En við hlupum á tímabili alltaf heim til einnar bekkisystur minnar sem átt heima þú veist, bara þarna alveg á móti bláa í heiðaskóla. Og fórum, hlupum með eitthvað næsti til þess að horfa á Neighbours heima í hádeginu og tilbaka. Og þú veist, við náðum alltaf bara á sekundunni þegar við komum heim. En það myndi mig á eitt annað og sorry, ég bara mun gleymi svo ef ég kemur sér ekki inn núna. En bara uppáhalds minningi mín úr grunnskóla er þegar við erum alveg að klára 10. bekk held ég. Ég held að það passi við, er maður ekki í U16, þú veist, í lok 10. bekkar? Jú. Já, þú veist, og þetta er líka svo gamaldags. Þú veist, þegar ég fyrir U16, þá fengum við bréf heim frá KKÍ. Já. Hvort við þú veist, komist í eða hvort við vorum þú veist, valdar í hópinn. Og við vissum, ég veit ekki hvort að einhver hafi verið búin að fá, þú veist, við vorum kannski búin að fá SMS frá einhverjum í bænum eða eitthvað sem var búin að fá bréfið eða eitthvað. En við vorum sérst 3 sem að vorum í heiðaskóla, sem að vorum, þú veist, líklegar í lokahóp og við tökum eitthvað svona ákvörðun og þetta er alveg svona 2 stelpur með mér sem að, þú veist, ég var aldrei eitthvað sori að skrópa eða eitthvað í skóla eða kom aldrei seint eða neitt svoleiðis, en þær voru alveg svona bara svona alltaf með 10 og þú veist, ég held að þú vitir alveg hvað stelpur ég er að tala allan að eina á 2 og við vorum alveg bara svona, við verðum að fara að tjekka, þú veist, hvort að pósturinn sé komin að því við vissum að væri, þú veist, að fara að koma, þú veist, annarkvort allan á fyrir klukkan 4 og við vorum bara að drepast að því við gátum ekki beðið og við ákveðum að hlaupa heim til þeirrar sem að, þú veist, á heima næst úr skólanum og hún átti líka heima á sér sama stað, skilur, beint á móti bláa, þú veist, bara yfir götuna rétt hjá skólanum og bara, ég man, þú veist, ég gæti alveg bara teiknað upp, bara látið einhvern leika í þessu senu, að því ég man svo ljóslifandi, við bara svona hlupum heim til hennar sjáum umslagið og erum bara svona að trillast, þú veist, bara og þú veist, samt var umslagið var, þú veist, ég man ekki hvort maður fekk umslag eða fekk bara ekki neitt, en þú veist, ég held að það hafi verið, þú veist, þú komst ekki, þá fékkstu samt umslag, skilur við. Já, maður fekk umslag, sko. Þú veist, við erum 16 ára, eða 15 eða 16 eitthvað, titra alveg að opna þetta og hún er að opna þetta, svo bara
það kom skilur og bara trillist og hvað gerist þá? Hún komin og ég og Eva þurfum líka að vita þannig við ákveðum, þú veist, hvað hádegslið 35 mínútur eða eitthvað, 40 mínútur max og Já. þú veist, við eigum örgulega svona hálftíma eftir að þannig við sprettum heim og við minnir að við erum bara eitthvað í eitthvað svona bara geðshræringu, þú veist, algjör gelgjur náttúrulega og það náttúrulega örgulega að fara á límingum og koma seint næsta tíma Já. og við hlaupum heim og ég að reyna að munda því að þetta var bara í svona móki og það náttúrulega voru svo stressaðar þannig að ég man ekki hvort að Anita var með mér eða fór með Evu en þú veist, hún náttúrulega bara eitthvað ég get ekki, við getum ekki stoppað þannig að við minnir að við, þú veist, ég nái í það og við hittum síðan upp á rómantíska á milli Drangó, þú veist, og hérna, þú veist, Eva hafi sprett þangað og þú veist, og við opnum á saman tíma og komist allar og þú veist, í alvegni, ég geti fara að grenja núna því að þetta var svo dramatískt og þetta var svo krútlegt Já. ógeðslega glaðar og líka bara svona ég hugsaði eftir og bara hvað ef að ég hef ekki komist eða ef að, þú veist, Eva var alltaf að fara að komast þannig að ég var bara svona með svona stein í maganum bara eitthvað, ég ekki að fara að komast og þær eru báðar að fara að komast en þetta var svo geggjað en sorry, ég var bara að koma með þessu sögu Ég fekk líka, já þú bara varðst að koma því að þú varst í landsliðinu. eins og við séum ekki búin að koma aðeins inn á það, þú veist, 16 ára landsliðinu Ég er að djóka, ég þól ekki að fá þetta. Ef ég er ekkert að segja eitthvað, bara eitthvað svona, æjá, þú veist, ég fór einu sinni þangað með landsliðinu, skilur ekki ef þið er eitthvað, fór til Danmerkur, skilur þú veist, eins og sem að mynda alveg fara til, Ísrael. skilur Já, þú veist, ef ég þarf að koma inn á það, ég hafi farið til Ísrael eða fucking Bosníu eða eitthvað, Slóveníu þú veist, ef ég þarf að koma inn á það þá fylgir það bara í kjölfarið að ég hafi verið með landsliðinu, skilur og þá er fólk alltaf eitthvað þú veist, í landsliðinu og ég er bara svona, já, actually shut the fuck up, út af því að ég má segja þetta á þess að það segja eitthvað svona gert lítið úr því ég samt Mér skal fannst alveg þetta gera lítið úr vandræðalegt mínum tíma. ég skal alveg gera lítið úr hérna mínum landsliðsferðli af því að ég veit alveg að ok, nei ég veit ekki alveg ef það var eitthvað svona iffy, þú veist, hvort að ég var, þú veist ok, ég var ekki alveg 12 maður, ég ætla ekki alveg að láta hljóma þannig, en þú veist hérna, á tímabilið þá var ég alveg svona, þú veist allavega, ég var fyrirliði mér er líka afsnald að segja það en ég var ekki fyrirliða því að ég var eitthvað best ég var bara fyrirliða því að ég bara svona var svona mest jolly og svona mest svona þú veist, ég var svona góð brú á milli þjálfara og hópsins, ég held að það hafi verið og ég var líka með fyrirlið, þú veist, við vorum alltaf tvær en þú veist, ég veit að ég var svona hvað segir maður, svona hvað heitir það? Character hire. Já, ég var character hire í landsliðinu ég var bara svona stemmingskona skilur og líka bara, ég hef alltaf verið og við höfum alltaf verið þannig inn á vellinum skilur, koma inn og svona brjála vörn og eitthvað þannig og það er bara ef að einhver íþróttafólk er að hlusta á okkur skilu, stjórniði því sem þið getur stjórnað orkun ykkar og þið getur stjórnað hvernig þið komið inn í leiki Býtu, Lósa, þú ert alveg að taka rosalega uppi hérna í þættinum já, ég bara klára þetta Sko, þú ert íþróttamaður, ég myndi bara að byrja að stjórna því nei, ég bara segja að það kom okkur Daddy, chill það fleytti okkur helviti langt að Já, vera heyrðu, bara með orku og þú veist, ekkert endilega Ég var nú líka bara mjög góð, sko Ég var ekki 12. leikmaður og ég var ekki character hire I was the fucking boss in the team Nei, ok, sorry ok, ég ætla ekki eitthvað að reyna að tóga henni á jörðina en þú veist, ég var ekkert eitthvað þú veist, ég var líka alveg góð skilur ég veit það já, Ég veit það Og þú veist, ég hefði aldrei haldið að þú væri 12. maður og ég hefði aldrei haldið að þú væri character hire Þetta er allt þín Nei. orð, sko já, þetta er líka bara kvíðasjúklingurinn ég að tala skilur Já Við erum ekki að fara hérna í landsliðin eða þessu umræðu, Nei. skilur það er annar þáttur sem við ætlum bara eitthvað að sýna ykkur alla verðlaun og penningan okkar og allt Já. þetta farið við fyrir Hvað við unnum marga titla í röð og hvað við erum geðegar og flottar og erum einhvern veginn bara núna, þú veist báðar hættar og allt það, skilur við en allavega, moving on hvað var ég að fara að tala um? þú sagði nágrannar Já, Neighbours Ég sá í fréttum bara í gæri eða eitthvað að síðasti þátturinn hjá Neighbours er að koma út þú veist, þátturinn með 9000 og eitthvað já, en þau gáðu Já. okkur Margot Robbie, þannig bara takk fyrir það Í alvöru? já, hún byrjaði þar Ok það var storyline þegar ég var að hlaupa heim í hádeginu og
og brenna ostaslöfu í örbylgjuna því það var svo spennandi í Neighbours og við glemdum okkur kvikna í einhverju ostaslöfunni á örbylgju heimi á Brynju. En já, af því að þú varst að tala með landsliðin að fá bréf, ég fekk líka bréf sko. Já. Eða skilur, þú veist, ég held að Jana sé eina af okkur sem hafi aldrei fengið bréf og þá var alltaf svona, ef þú varst valinn, þá var það svona, þú hefur verið valinn og þú veist, orðið valinn var bóldað og undirstrikað, skilur. En það er líka smá svona nostalgía að fá bréf heim. Já. Þú veist, boð í ammæli eða eitthvað þannig, skilur, þú veist, það var alltaf... Er svona keðjubréf, er svona limmi að dæmi? Já, oh my god. Ég man þegar mamma var bara eitthvað, not again, svona mömmu Hvernig var þetta aftur? Eitthvað, þú áttir að fá þessa limmiða og síðan áttir þú að senda á 5 aðra aðila eða eitthvað, það kjaftaði. Sorry, en sem mamma í dag þá var ég bara eins og sé ekki nóg að gera. Já. Og bæta þessu við á 3. vaktina hjá manni. Nei. Ef maður fær bréf í dag, þú veist bara hvað inn bréfalúguna, það er svona... Ég er í vanskilum. Já, þú veist, það er bara svona neikvætt, skilur. Þetta er svona eins og þegar einhver kallar mann fullu nafni, skilur. Bara svona, ef ykkur myndi vera bara hvað Elva Falsdóttir, ég myndi immediately vera bara, hvað gerði ég, skilur. Og ef ég myndi fá bréf í gegnum bréfalúguna, bara Elva Falsdóttir, ég væri bara, herðu, það er verið að kæra mig eða eitthvað, skilur. Mér hefur verið stefnt eða eitthvað þannig. Þannig já, en einu sinni var það svo mikið gleði frétti að fá eitthvað í póstinum. Já, ég get komið með eina gleði sögum að fá í póstinum og þetta tengist líka landsliðinu, hræðilegt. Ég lofi þess að við skulum ekki vera að eyða mínútum í það. Nei, þetta snýst ekki. Það snýst ekki, þetta er bara smá fyndinsaga og ég veit ekki hvort þið finnst þetta yfir höfuð fyndið. En ADHD ég var mjög iðulega að gleyma lyklinum þannig að ég læsti þess einhvern tímann úti og ég átti að vera að fara náttúrulega á 7 æfingar eða á æfingu í 7 tíma eða eitthvað og sem betur fer þá ég man ekki hvernig ég náði að redda þessu hvort það hafi verið íþróttir daginn í skólanum eða eitthvað þannig ég var með, þú veist, skó og þú veist, föt, þú veist, sem ég var í íþróttum eða eitthvað og eina vandamáli var bara eitthvað, ég þurfti að komast að borða, þú veist, og líka bara eitthvað þurfti mögulega að vera með, þú veist, hreinni föt en ég var í íþróttum yfir daginn en sem betur fyrir var ég með skóla með körfuboltaskóna í töskunni og ég er eitthvað svona að reyna að gá hvort það væri lykill í lúgunni eða eitthvað svona og þá er eitthvað svona bréf þar og alveg bara svona þykkt, þú veist, það hafði ekki dottið niður bréfalúna og ég eitthvað svona séð það stílað á mig og opnað það þá er það veski sem ég hafi greinilega mist í rútunni á NM þú veist, af því að ég týndi því þar og þá var búið að senda til mín á Íslandi af því að þú veist, ég var með kortið mitt í því eða eitthvað og þetta er náttúrulega tíma þar sem mamma og pabbi, náttúrulega fyrsta barn, það var ekkert búið að græja nýtt kort fyrir mig eða neitt skilur, það var bara, já, þér á næra að týna þessu skilur, fyrir einhverjum mánuðum síðan, þannig að ég var bara, ég man bara, þetta stendur yfir minninguna því ég bara gatt fara út í Sigurjónsbakarí skilur og keypt mér að borða og ég var bara good to go skilur, þetta var bara life saver og mér finnst svo fyndið, ég veit ekki, ég get ekki ímyndað mér að þetta er gert í dag að það verður bara eitthvað fundið, já, þetta er Íslandingur, skilur, að rútufyrirtæki í Svíþjóð eitthvað að senda þetta heim, skilur. Fokki fyndið. En erum við með eitthvað meira sjónvarp eða? Ég er að reyna að kíkja. Space Jam og Looney Tunes. Og síðan manstu eftir Looney Tunes Baby, þegar þau öll voru lítil, mér fannst það svo skemmtilegt. Þegar Tweety var bara svona baby og Bugs Bunny var bara svona, það var alltaf svona krúllett eitthvað. Já, ég elskaði Tweety því ég var lítil en síðan setti þú barnatíminn myndin var það, þú veist, ég er að reyna munum var það kvöldið á Stöð 2 þú veist, eða var það barnatíminn, nei, þetta var á mótnana var þetta bara í kringu skrýbóði bara eftir að afi var búinn já, ég held þetta, var þetta ekki, þú veist, á laugardagsmótnum eða eitthvað, barnatíminn jú, er það ekki? Jú. En síðan fer ég yfir í random spólur og mannst eftir bara safninu af spólum sem við áttum og mér finnst oft svo gott að því að ég er mjög ströng hvernig við högum svona skjátímanum minna heima og strákarnir fá ekki alltaf að velja og stundum þarf ég að segja þeim bara að þið megi bara velja af þessu með svona góð æfinga þeir sé ekki bara alltaf að velja það sem finnst bara ógeðslega skemmtilegt skilur og alltaf að velja bara það sem
þú veist, þannig að ég svona, þú veist, það kemur alveg fyrir að þeim með að bara velja íslenskt efni í, þú veist, bara mánuð eða, þú veist, eða einhvern svona tíma og það minni mig ekki á, en ég man einhvern tímann þegar við vorum bara komið ógjaf, þú veist, við vorum báðar orðna kannski svona, þú veist, ég hef örugglega verið komin svona úlingsaldur og þú ert svona, kannski svona, þú veist, fjóruða bekk eða eitthvað og við vorum komin nóg af öllu sem við áttum, ok, nei, þetta var örugglega aðeins fyrir fyrst að við erum að horfa á spólur og er ekki komið djöft í einu sinni, en þá setjum við í tækið með allt á hreinu Já. sem að við höfum bara örugglega fengið með einhverju pulsupakka og við höfum bara aldrei litið við og náttúrulega kápan eða þú veist þannig hulstrið, ekkert eitthvað ógeðslega grípandi fyrir börn þannig lagað. Já. Og ég man hvað við horfðum oft á hana og það er svo steikt af því að þetta er svona, þú veist, bara, við fengum bara eitthvað svona hyperfixation og mamma og pappi var bara hvað er í gangi að horfa á hana bara aftur og horfa á með allt á hreinu. Já. Ógeðslega fyndið. En þú talar eitthvað eða skrifar eitthvað að fá myndir spólu með pulsupakkanum. Já. Ég man ekkert eftir því, sko. Ekki. Ég er alveg vissum að með allt á hreinu hefur verið eitthvað svona með pulsupakkanum. Þá var það bara inni í svona sellófan eða bara í svona í plasti. Já. Þú veist, að þú gast fengið mynd í kaupæti, skilurðu, þá var bara verið að selja upp einhverja byrðir af myndum sem voru ekki keyptar, skilurðu, þegar það komu út. Þannig að það var bara eitthvað svona gömul mynd sem að fylgdi með, skilurðu. Já. Og já, en síðan þú líka skrifaðir með leigurnar, skila spólunum. Já. Ég man eftir því, þú veist, það var bara eitthvað svona, þú veist, helgardæmi, bara komin helgi, þú veist, föstudagur, þú veist, þegar að ég hafði aldur til eða þú veist, til þess að labba með mér, en stundum fóru mamma og pabbi með, skilur, að leigja spólu, þá löppuðum við upp í, þú veist, upp á upp í sjoppu, nú man ég ekki hvað hún hét. Nýjung. Já, upp í Nýjung. Og þá fengum við að velja spólu og þá náttúrulega alltaf þetta tilboð þarna ein gömul, ein ný. Og ef við vorum heppnar fengum við að velja okkur bland í póka og það er náttúrulega bara nostalgía út af fyrir sig líka að velja í bland í póka og láta starfsmannin velja fyrir sig og varst bara eitthvað, ég ætla að fá 3 svona brjósika, 2 svona hlaup, skilurðu, og það var alltaf svona, þú veist, maður þurfti að segja bara, já, grænu skrjáfpókarnir. Já, sem voru tiny, by the way. Já. En maður þurfti að segja líka fyrirfram, þú veist, já, ég ætla að fá bland í póka fyrir 200 krónur. Og þú veist, þegar maður var búin að segja bara, þú veist, eitthvað svona x mörg nammi að þá var alltaf eitthvað svona, já, hvað er þetta komið mikið núna og þá var viktað, já, þú ert kannski svona 1 eða 2 nammi, þú veist, nammi viðbót, skilur og þá þurfti maður að velja gett vel og vandlega bara svona, skilur maður þurfti líka að segja, bara 2 svona, þú veist, það stundum settu bara lúkunar og bara gæt maður bara valið 1 nammi viðbót, maður alveg, nei, ég vil ekki svona mikið af þessu. Já, eitthvað svona. Já, maður þurfti. Ég er bara með 200 gatt, hvað er það pæla? Já, maður þurfti andjós að vera bara með númer, eða þú veist, bara vera með tölur fyrir allt, bara, já, ég ætla að fá 5 brjósika, 5 hlaup, 2 svona og 1 karmelu. Og svo voru sumir svona leiðilegir, bara nei, ég er ekkert að fara að standa í þessu, þú er bara að segja súkkulaði eða brjósika eða hvað þú vilt. Já. Leiðilegasta nei, ég vil ekki svona bland, nei, ég borði ekki þennan. Já. Matsárast í heimi. Já. Það var mikið bylting að geta gert þetta sjálfur í nammibarnum. Já. En og fá líka bara almennilega póka, skilur Já. Þú veist, leið maður var búin að fá sér, þú veist, 5 stykki, skilur, þá var póki bara fullur. America could never með svona litla póka. En ég, sko, þegar ég var yngri þá var náttúrulega líka Ungó og Ungó var náttúrulega lengst með leigu, held ég. Já. Ást, af myndum. En síðan var líka frístund, fannst þetta því? Var það sem er hjá Hringtorginu í dag? Já, rétt hjá Amma Afa, eða þú veist þar. Já, það sem við hliðin á Hrafnistu. Já, sem er búið að loka. Já, ég man líka eftir því. Þar var nefnilega svona herbergi innaf með, þú veist, klámi. Já. Og þegar maður var eitthvað eins og, þú veist, eins og vinkona mín, ég reyndar man ekki hvort að við höfum verið að þessu í kringum, þú veist, þá hittinga, en vinkona mín og pappa sem var á verkstæði, þú veist, þarna hjá Lífstíl eða þú veist, þarna hjá Vassnesinu og þú veist, við vorum oft alveg svona stórum hópum með þú veist, strákum og eitthvað svona og ég manlega eftir að fara frístund og strákarnir eitthvað að reyna að fá okkur til þess að fara og skoða klámyndir og ég alltaf bara, nei, ég má ekki fara á þinn
bara ekki séns að ég færi hérna og þú veist, skoða eitthvað alveg bara, nei, bara ég má þetta ekki ógeðslega Oh my hrædd. god, pældi því samt, þú veist, það sé ekki útrúlega hömbuling að vera eitthvað að fara að fá sér að leigja spólu og þú ert bara eitthvað þarft að fara þangað inn til að sækja þetta efni Eina bláa. til að fá hérna eina bláa. Jú, ég held að. Og varst þú ekki alltaf að því? Ég gæti ekki hætt að vera ástæðan fyrir ég mátti ekki fara ánga inni, bara reki við mig. Já, þessari sjoppi var bara lokað út af þér, sko. Oh, shit. Hvað, í 4. bekk eða eitthvað, ég veit ekki hvað ég var gömul að það. Ok, aðeins aldrei. Já, varst eldri að því ég held að ég hafi verið í 4. bekk, sko. Ég man eftir að farið, þú veist, að leigja spólur hana. Eitt sem að ég held að sé búið að breytast í dag og ég vona það. En við sem krakkar, og ég veit ekki hvað skeru krakkar en þá svona í dag, en þú veist, foreldrar eru örugglega aðeins betri að tala við börnin sín. Það var maður þarna sem var vanta á hendina. Sem vann þarna þá, eða? Já, og þú veist, hann þurfti að vera náttúrulega að loka spólu og opna spólunar og græta og eitthvað svona. Og ég horfði bara á hann, bara, wow, þú veist, það var bara svona fyrst skipt sem ég sá einhvern sem að vantaði, þú veist, útlim á, basically. Og maður var bara eitthvað svona, hvað á ég að horfa á, þú veist, hvað má ég, þú veist, alveg bara svona, mann fannst þetta svo merkilegt, en samt, þú veist, og hann þurfti að vera, þú veist, vesinast, finna spóluna, setja hann ofan í, loka, þú veist, og græta allt að gera, og hann var alveg góður í því, en við náttúrulega bara eitthvað svona, fullt af, þú veist, bara gelgjum, og við vorum bara eitthvað, oh my god, þú veist, ég veit ekki, skrítin útlendur, en allavega, oh my god. En eitt sem að minni mig á þennan tíma, sem svona tengist sjónvarpinu samt ekki, pabbi er svo mikið græjukall og kaupaukakall. Hann er smá svona girl math. Hann var alltaf að kaupa sjónvarp þegar var eitthvað svona Í kaupbæti. Já, ég held að hann hafi bæði fengið sko Xbox Xbox og 2 leiki og við fengum hann eitthvað Madagaskar leik og ég man ekki svona hvað hinn leikunum var, manst þú það? Var það ekki Crash Bandicoot? Nei, ég átti Crash Bandicoot á PlayStation 2 því ég náttúrulega pappi þurfti að kaupa PlayStation líka fyrir okkur þá trúi ég bara stelpur, við vorum alltaf PlayStation og SingStar, við vorum ekki búin að skrifa það. Oh my god, SingStar. Oh my god, og frændsískin okkar bara eitthvað þegar þau eru alltaf eitthvað að minnast á SingStar, við vorum alltaf í SingStar. Það var alltaf SingStar heima og við vorum alltaf bara með keppni, bara full on, bara útsláttarkeppni, sko. Já, Gunnar frændi alltaf að gera grína, ég tók þessu svo alvarlega. Já, ég man eftir að vera bara, þú veist, með mikrofónin og bara syngja eitthvað lag, like my life depends on it, sko. En maður var ekkert endilega að syngja það eitthvað vel, heldur var maður að passa að hitta akkurat Já. Maður þurfti að fylgja línuritinu, sko. Og stundum var maður bara eitthvað svona til þess að var maður bara maður búin að haxa systemi, sko. Maður vissi alveg hvaða tóntegund var verið að biðja um og í hvað hæð og svona, tónhæð. Which reminds me of people always talk about Ew Oh my god. En já, eitt í viðbót sem að pabbi fekk einhvern kaupauka, svo er ég að pæla, var hann bara að segja mömmu þetta og kannski langaði hann bara í þetta Nei, ég held nefnilega ef það var í keisi þá væri það öfugt. Já, ég veit, þau eru eiginlega jafnslæm svona þegar allan að pabbi með græjur er jafnslæmur og mamma oft þegar kemur einhver svona, en samt elska ég þetta, skilur, við fengum að nota, skilur, en manstu eftir, veistu hvað ég fyrir að nefna? Þetta er í huga einhverja græju heima sem var alveg svona out of left field sem engin annar átti. Nei, en ég bara leið þú segir að þá fer ég að Ok, ég ætla að reyna að láta það giska. Þú veist, þetta minnir smá á SodaStream tæki svona í löguninni, en þetta er ekki nálægt í, skilur. Ég veit ekki. Shake-vélin. Já. Það var geðveikt. Ég veit það. Og ég man líka að það var alveg oft svona borið undir okkur hvort það mætti hendinni og ég held að þú hafur alltaf verið bara ekki sjans. Já, henda shakevél. Þetta var bara OG Ninja Creamy, sko. Já, andjóks. Það var svona alltaf ógeðslega mikið vesen, maður þurfti alltaf að bíða í, þú veist, bara liggja hvernig veður og vindar væru, hvað ísinn myndi virka í þessu, þetta var svo ógeðslega eitthvað einfalt tæki. Já, ég held bara þessi vél sem við áttum, þú veist, she walked, þannig að Ninja Creamy could run, sko. Já, svolítið svo leið, sko. Eða að tala bara random hlutina sem við vorum búin að nefna. Já. Og það er að fara út í leiki
Já, þú veist, gera krakkar, ég veit ekki hvort að þú býrð þarna úti, skilur, en ég er bara svona að hugsa, þú veist, gera krakkar eitthvað í dag, þú veist, fara þau út að leika, þú veist, þau sem hafa aldur til, skilur, eru þau í alvörunni að fara út að leika eins og við gerðum back in the day, skilur, ég man eftir að hafa farið, þú veist, ef það var ekkert að gera, þú veist, þá var ég bara eitthvað, ok, þú veist, ef að ég hafði ekki frumkvæðið á því sjálf, þá var, þú veist, mamma og pappi bara eitthvað, já, prófa að fara, þú veist, heyri í krökkunum og fara út að leika. Og þá var náttúrulega ekki eitthvað Snapchat eða Instagram eða eitthvað þannig til að heyri í einhvern krökkum. Ég þurfti bara að reima skóna á mig og fara að labba og banka upp á dyrnar hjá krökkunum í nágruninu. Og maður var alltaf svona að reyna að safna, þú veist, allavega kannski 4, 5 og þá gat maður að fara í 1 krónu eða 3 hlutir. En svo var þetta svo mikið svona motion, you got the motion, skilur ef maður voru búin að vera margir í götunni eða á einhver stað að leika að þá þurfti maður bara svona ride the wave einhvern veginn, bara eitthvað, já, þú veist og maður svona, ef maður var að hittast einhver vinnir eigum að tjekka þarna, kannski eru þau í leikjum þarna, skilur eða Já, þetta var alveg svona eftir hverfum, skilur já, og svona mestalagi að senda eitthvað SMS-ast, skilur ef maður átti hérna 3 SMS eftir af þessum 500 sem maður mátti nota, skilur Já, en þú veist, ég er meira að hugsa þegar ég var ennþá yngri og maður átti ekki síma til að senda SMS, skilur Nei. Að því ég man síðan að þú veist, þegar að ég var komin á úlingasteg að þá voru við ennþá sömu krakkar að hittast og fara í 1 krónu og af því að okkur fannst það svo gaman ennþá, skilur, þóttum við í 10. bekk En líka bara eins og að fara út í körfu Já Ég veit ekki hvort það var jafn mikið hjá þér eins og var hjá okkur en bara, við fórum bara út í körfu og vorum alltaf bara svona þú veist, vorum örugglega alltaf í svona 2-3 tíma og það var eiginlega bara svona vorum þangað til að það var alveg að fara að loka í sjoppunni til þess að geta fengið okkur ís áðurnum og svo eitthvað að rölta á leiðinni heim skilur með ís eða eitthvað svo leiðis Jú, ég man alveg eftir að fara út í körfu bara lengi og þú veist, mér fannst það líka alltaf svo skemmtilegt af því að þá var maður yfirleitt með krökkum úr öðrum skólum líka og líka hérna á þessu tímabili hjá okkur þá eru bloggsíðurnar í gangi Já Þú veist, þú varst ekki maður með mönnum og varst ekki í 1 eða 2 bloggsíðuhópum skilur eitthvað svona í dag, ég get ennþá sett í hópa þú veist, ég var með þessum og þessum og þessum í bloggsíðu og síðan var ég með þessum og þessum og þessum skilur og myndirnar, það var alltaf bara eitthvað svona mynda hérna, eitthvað ég var hittast og taka myndir til þess að posta og þú veist, þetta er með þess að fyrir MySpace og fyrir allt það skilur þetta er bara fólk.is Blog Central Jú, Blog Central og fólk.is og eitthvað, skilur Já, ég man ennþá eftir að hafa verið með, þú veist, ég var bara working overtime að halda upp í bloggsíðu með bestu vinkonum minni þá, sko. Ég man með þess að hvað síðan heitir, við skýrðum, þetta var held ég keflurnar.blogcentral.com eða eitthvað. Já. Sko, ég er að reyna að muna, okkar héti eitthvað B, en ég er alltaf að muna eftir Blöss, en ég held að það hafi verið stelpunar á Njarðvík. Þú veist, en það var eitthvað B-nafnið okkar, okkur mann ég það ekki, ég bara svona, ég er bara orðin gömul og bara, núna er bara eina B-nafni sem kemst upp í heilan á mér er það. En þú veist, það var líka notað, þú veist, bloggsíður fyrir, þú veist, eins og fyrir körfuna, þú veist, eins og maður myndi kannski bara eitthvað vera með groupchat í dag, þú veist, bara eitthvað svona foreldrafélagið eða eitthvað. Já, en líka bara eitthvað svona, þú veist, þetta var bara það sem að, þú veist, ég man eftir að séð bara inn á okkur bloggsíðu, skilur, sem að ég var í, sem var kannski, þú veist, 10. flokkur og þú veist, til að útskýra fyrir fólki sem að fylgist ekki með körfu og þú veist, 10. flokkur er 10. bekkur. Já. Þannig að ef þú ert í 10. flokk þá ertu í 10. bekk, en kannski ekki 10. flokk, en ég man eftir að vera kannski í 7. flokki eða eitthvað og það var bara eitthvað, já, þú veist, Sigríður kemur ekki á æfingu á eftir kveðja, þú veist, mammenar, skiluru, eða eitthvað. Já. Og þú veist, þetta gat maður bara séð, skiluru, sem iðkandi í 7. flokk. Eða Elva er í C-liðinu í dag. Nei. Nei, en það var ándjús postað, skiluru, bara eitthvað svona törnering helgina, hérna er A og B-liðið, skiluru, þá var þjálfarinn bara inn á bloggsíðunni, þú veist, þetta var bara Facebook, skiluru. Já, pre-Facebook. En já, svo kom MySpace og þá var Top Friends. Já, og formspringið góða. Já, þurfum ekkert að fara aftur út í það. En ég man sko að maður byrja, þú veist, ég man á einhver tímabundi þá var ég með 18 í Top Friends. Já. Og síðan var svona bara.
Nei, það voru margir, maður fór allir með svona marga og svo allt í henni var svona eitthvað nýjasta tíska var sko að vera bara með ógeðslega fáa, þannig að þá var ég bara með 4, skilur. Það var svona, þú veist, bara eins og einu sinni var cool að, þú veist, skrifa með þessu letri á Instagram story eða þú veist, núna er ekki lengur cool að setja lag yfir á Instagram story eða eitthvað svona, þú veist, svona trend bara. Já. Að þú veist, það var bara guð, já, ok, ég þarf greinilega að minnka close friends, já, ok. Og svo alveg dramali, já, þessi tók mjög úr top friends, alveg eitthvað svona ræða það við stelpunar á æfingu, alveg bara, já, af hverju var Sigga að taka mig úr top friends, ég veit ekki, ég ger ekki neitt. Já. En þú skrifar Leikjanet og Y8, ég kannast ekki við Y8. Ha? Y8? Nei, Y8? Y8.com. Ég kannast Fórst ekki þú aldrei inn á það til að spila leiki? Nei. Þú fórst samt inn á Leikjanet. Jú, og Club Já, Penguin. þetta var bara eins, þetta var bara, þú veist, einhver útlensk síða. Fórst þú Club Penguin? Já. Ok. Ég man einu sinni fekk ég ömmu Ólu til þess að borga fyrir mig. Elva. Henni langaði það. Eða ég sannfæra hana það eða eitthvað. Hún var allan til og ég var allan ég var á einhverju sko, I was living on a high that day sko, því ég fekk að gera eitthvað í Club Penguin sem ég hef aldrei fengið að gera því að ég borgaði eitthvað. Eða amma borgaði eitthvað. Mér langar að vera mamma með mömmu, hún að hlusta á þetta. Æi. Oh my god. Ég allan að vil meina það að amma var mjög ánægð að geta gert þetta fyrir mig. Já, mér langar líka bara að sjá ykkur reyna að borga, hún eitthvað að reyna að borga eitthvað í tölvunni, þú veist, hún er örugglega bara erfiðast Við sem hún vorum gert, alveg svipa tækni heftir á þeim tíma, ég var alveg lítil sko. Ég var Þess ekki vegna ég segja, ég var ég ekki væri til að sjá þetta. Já. En MSN, oh my god. MSN var lit sko, at the time. Nei sko, veistu hvað ég á? Hvað áttu? Ég seifaði historyið hjá mér og fyrsta kærastanum mínum, sem er náttúrulega ekki hægt að kalla kærasta sko, líka við sko. Og ég rakst einhvern tímann á þetta og þú veist, ég vil ekki svona, ég held því sem hún eyðir sér sko, og því þetta var eitthvað í tölvu heima. En þetta var svo hræðilegt, skilur við, bara eitthvað svona, þegar ég man, ég opnaði þetta einhvern tímann löngu seinna og bara eitthvað, já, þetta er að fara í ruslið. Hræðilegt. En svo var þetta líka eins, þú veist, eins og pör voru alltaf með þarna ég man ekki hvað það kallaðist, þú veist, í svona undirlínu við nafni sitt. Já. Þú veist, eins og ef ég og Gunnar eru saman, þá voru þarna bara eitthvað svona, alls konar eitthvað svona swervy lines og stjörnur og svo alveg Gunnar, hjarta, eða þú veist, hjarta, Gunnar, hjarta og svo eitthvað svona swerv. Og svo bara eitthvað svona, ok, svo hættu þau saman og þá var það ekki lengur, það bara, þau eru örugglega hætt saman af því að þú veist, var sá eitthvað. Eða Be Right Back, það var líka. Já, Be Right Back. Það var þarna, þá skrifaði maður Be Right Back, en maður var samt ennþá online, sko. Já. Kvöldmaturinn er tilbúin, BRB. Já. En guð, minningarnar sem maður á eins og þú veist, þegar maður kom heim á landsmóti, eftir úlingarlandsmóti, og vinkonum hans, þú veist hvernig, ekki þú Elva, en hún er örugglega að hlusta á þetta greið, og hún mun aldrei fá að gleyma þessu. Við vorum allar með henni, bara þú veist, hún var head over heels, einhver gaur sem að hún náði að fá MSN-i á landsmóti minni mig. Og þú veist, bara hvað maður var ástsjúkur sem maður var svona ólíksaldri eitthvað að reyna að tala við einhvern MSN sem maður vildi ekkert með mann hafa endilega. Svo átti ég alveg heila ljósanóta sem ég eldi einn, sem er, þú veist, bara kunningi minn í dag á röndum, ég bara eyðilaði heila ljósanót fyrir honum. God. Þú veist, akkur var enginn fullorðinn bara eitthvað, nei, nú þáttu að stoppa, þú veist, bara þetta er ekki í lagi, sko. Ég held þetta sé bara að þú átti ekki eldri systir. Já, ég veit. Þá varst að haga þér svona. Ef að ég væri svona, ég held að þú hefði stigið inn í, sko. Já. 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 En þú skrifar Dóta Tombólu og líka skissan. Já. Skissan er náttúrulega, það minnir mig á svona tíma bókasafninu og eitthvað. Já, ég sko skissan hann að þegar fólk var eitthvað að teikna, þú veist, Telma var að tala um þetta í gær og hún var eitthvað svona, oh my god, vá, hvað er mikið throwback eitthvað. Ég man ekkit persónulega eftir að hafa verið eitthvað sjálf að stunda það, en ég man, þú veist, þegar ég sé þetta, þá man ég eftir þessu, skilur, þú veist, eins og ég hafa verið að fylgjast með einhverjum öðrum í sig eitthvað. En Dóta Tombólu, það er svo fyndið konsept. Já. Þú veist, ég og vinkonum mínar bara eitthvað að labba
labba í öll hús í hverfinu að biðja að fá eitthvað dót frá þeim, bara úr þeirra heimahúsi, bara getur þú gefið mér eitthvað dót sem ég ætla síðan að selja. Og þú veist, ég veit ekki hversu oft ég var parkeruð á einhverju teppi fyrir utan Hólmgarð að selja eitthvað drasl úr annara manna heimahúsum til þess að græða einhvern 100 kall til að kaupa lindubuff eða eitthvað. Þú veist. Já, þú veist, síðan var þetta, þú veist, alltaf svona, ég gerði þetta held ég einu sinni og þá var ég með einhver svona randós, skilur, sem ég var aldrei að leika við og bara eitthvað lendi í einhver svona sidequest með einhver fólki sem ég var aldrei með, skilur. Og ég þetta var bara on a regular basis hjá mér, sko. Ég veit það, og ég man að mamma og pabbi voru svo mikið að impra fyrir, ég man eftir þér alltaf að gera þetta, sko. En ég man að, af því að ég, aftur átti engar eldri systur og mamma og pabbi voru svoleiðis búin að hamra, sko, í mig að það mætti ekki, þú veist, þetta ætti að vera að gera þetta í, þú veist, góðgerðarstarfsemi, skilur, það mætti ekki fara bara í bakarið með peningin. Og síðan var þetta lið sem að ég var með, þannig að vinna frítt fyrir. Þau voru bara að fara leið og kom einhver, þú veist, 50 kall á og bara fara og keypt 3 héðinsbollur bara leið, sko. Bara ein héðinsbollamann, bara, það var ekki einu svona safnað upp í 100 kall, sko. Það var rosalegt. Mér finnst þetta bara svo gott konsept, skilur við. En ég bara, ég ætla að fara heim leið og ég sá eitthvað svona, þetta ég get ekki staðið verið að vinna fyrir ykkur þegar bara, þetta ekki að fara til Rauða krossins. Mér finnst svo fyndið að loka augunum og ímynda mér bara eitthvað risastórt teppi á gangstéttinni við hliðina á Hólmgarði. Hólmgarður var bara svona hverfisbúð, bara svona eins og Melabúðin eða eitthvað í Reykjavík, eðst í Vesturbænum. Ég er þar bara á einhverju teppi, búin að raða einhverju drasli í kringum mig og sit hérna bara í einhverju indjánastellingu bara vil ég kaupa mér, ég er með dót á tombólu. Mér finnst þetta svo fyndið, hver bjóð þetta til? Nei, Elva, ég er sko með menningu að sjá þig bara, þú veist, að já, þessu og ég bara, there she goes again og reyna að selja mér eitthvað, þú veist, alveg bara allt peninglösa, ég alveg, nei, ég er ekki að fara að fjármagna hvað sem þú ert að standa í Oh my god. Já, en úr þessu þá getum við talað það, maður var náttúrulega líka bara, þú veist, það var svo mikið mission þegar maður var yngri að safna pening í bauki sinn. Já, og líka, út af við erum að tala um að safna, ég var bara búin að skrifa niður hjá mér, þannig að bækurnar, manstu? Vinabækurnar. Já, þannig að skrifa eitthvað svona, maður átt að skrifa, ég er að safna, þú veist, eitthvað svona, þú átt að láta, var ekki þannig, þú átt að láta vinina að skrifa í þína bók. Jú, þú veist, ég sendi basically mína vinabók heim með einhverjum öðrum, skilur. Já. Og þau áttu að fylla inn í blaðsíðu og svo láta mig fá. Þú veist, ég heiti Lovísa, ég er 9 ára, ég er að safna hári. Já. Já, það var alltaf hári, ég man eftir því. Nema í nokkur ár var ég að safna servéttum. Ég var að fara að segja, í tengslu við tömbóluna, af hverju var maður að labba í hús að safna servéttum? Það er fucking weird. Já. Fucking skrið, sorry. Okkur var maður bara, ég er að safna servéttum. For what? Hvað ertu eitthvað kvefuð það? Sorry, ef einhverju krakkar myndu banka upp í mér og vera eitthvað, ég er að safna servéttum. Ég verður bara, ég hef ekki séð servéttur síðan, ég fermdist, sko. Okkur áttu allir servéttur. Nei, líka, ég man út að ég, þú veist, þetta er auðvitað ástæða fyrir 0 áhrifagjörn í dag. Af því ég var alltaf í eitthvað svona með einhverju öðru lið. Ég var bara, hvað erum við að fucking gera hérna, skilur við? What a waste of time. Og svo eitthvað að koma heim og þú veist, þetta var alltaf bara svona, þú veist, sorry, ég man ekkert með hverjum ég var. En svo var ég bara eitthvað svona, og byrjuður við sér bara að koma heim að setja þessar servitur eitthvað flokkaðir í plastpoka. Ég bara, þetta er að skrýtast að ég nokkuð að séð. Nei, ég man eftir að ég var í mörg ár bara með fullt af servéttum í skókassa upp í fataskáp hjá mér og svo var ég eitthvað svona, já, kannski svo var, þú veist, var þessi skókassi líka kannski orðin bara eitthvað geymsla fyrir eitthvað annað drasl, skilur þegar ég var eldri og þú veist, þá var ég kannski að taka hann skókassa niður og gramsa í einhverju drasli fyrir fram á vinkonum mín og ég bara, já, ekki pæli í þessu, hérna er einhverjar 1000 servéttur sem ég safnaði gegnum árin. Ég líka bara get ekki ímyndað með neitt verra en að þurrka með mér servéttur sem er búin að liggja á glámbekk heim í einhverjum öðrum. Það er bara... Nei, ég líka bara eitthvað svona, þú veist, af hverju var maður að safna servéttum? Hvað var ég að fara að gera með þessar servéttur? Oh my god, sko. Jesus, þú veist, ég hefði átt að vera með eitthvað svona homage, þú veist, bara í útskriftinu minni þegar ég var að útskrifast með BS-gráðu. Bara hérna eru servétturnar sem ég safnaði bara í fjölmörg ár. Árunum 2003 til 2007. God, ég var búin að gleyma því. Það var líka ekki einu sinni eitthvað svona
sem maður var síðan að selja til styrktar eitthvað eða eitthvað, þú veist, Nei. það var maður bara eitthvað, ég ætla að safna þessu og ég ætla að eiga þetta. For the fun of it eða þannig, Já. þú veist, bara Jesús, krakkar í dag fatt ekki hvað manni leittist á köflum sko. En já, sko síðasta sem eftir er eitthvað svona sem tengist skólanum og það er, þú veist, Já. mjólkumiðarnir. Já, ég man ekki eftir því. Manstu ekki eftir að vera með, þú veist, þú varst held ég annarkvæmt með hvítan eða bláan, þú veist, þá fyrstu, ef þú varst með hvítan með þá fyrstu gula mjólk og ef þú varst með bláan þá fyrstu ný mjólk. Þú veist, í hvaða setupi? Fóreldræðinni keiftu held ég mjólk fyrir því, þú veist, þú varst með mjólkumiða, skilur. Oh Annars my bara god, fyrstu bara jú. vatn eða eitthvað. Já. Bá. Síðan var sko líka eitt sem að, Og matamiðar já, matamiðar, maður þurfti bara að passa upp á í skólanum, þú veist. Og síðan þurfti maður að muna númeri sitt, það var líka Já. erfitt fyrir ADHD. Stundum var ég Já, bara ég drawing held a ég blank, hafi bara, aldrei munað. bara í einhverju fróðufellingu, bara eitthvað, ég man ekki númerið mig. Ok, þá verður bara að koma aftur og eftir til þess að láta hvað vita eða eitthvað svona blá. Já, síðan var ég, sko, út af því varst að segja, má ekkert í dag. Ég er ekki að djóka, ég lenti á bara svona byrjuninni á Vogue-tímabilinu með svo margt. Þú veist, ég man á miðvikudögum var, þú veist, seldi snúðar í nestinu fyrir elstu bekking, eða fyrir hérna 7. til 10. bekk eða eitthvað. Og maður var bara eitthvað, yes, á næsta ári þá getum við fengið snúða á miðvikudögum, eitthvað, eða kleinurringi, ég man ekki hvað það var. Svo bara, nei, þetta má ekki lengur. Þú veist, þá var íþróttálfurinn búin að koma, skilur, og setja stopp á þetta eða eitthvað, skilur. Já. Og allt svona, þú veist, það var hérna með, þú veist, böllin og eitthvað svona, þú veist, að teki fyrir og það mæti ekki lengur var í, þú veist, hömmerlimmu á par og vina eða eitthvað svona, Já. skilur, það var alltaf bara eitthvað svona alltaf, ég man að við vorum bara allavega, ég veit ekki, þú veist, örugglega allir árgangar sem har upplifið þetta svona, en okkur fannst bara alltaf verið að stoppa eitthvað skemmtilegt þegar við komum upp í næsta bekk, skilur, þú veist, á ólíkastigi. Já. Það var bara svona, jæja, það má ekkert, þú veist, við vorum bara alveg þar, sko. Já. En ég veit ekki, kannski er eitthvað áttu ykkur og svoleiðis sögur líka. Ég man ekki beint eftir eitthvað þannig, en það getur örugglega vel verið að það var eitthvað þannig. En já, það sem ég var líka að rifja upp úr grunnskóla var, þú veist, þegar að maður fór með miða í skólan, þú veist, en maður var Já. kannski búin að vera veikur eða eitthvað og fór síðan í skólan daginn eftir að hafa verið veikur heima eða eitthvað og þú veist að foreldrarnir skrifuðu á miða sem að þú veist fekk að fara Nei, í, var það þú veist. ekki meira svona þarf að vera inni í frímínútum? Jú, og það var, þú veist, í kjölfara því að vera kannski búin að vera veik eða Já, eitthvað, já. þannig að bara já, herði, þú veist, það eru frímínútur bara, ég er með miða, fara með miða Já. til kennarans, þannig stendur bara eitthvað, Elva þarf að fá að vera inni í frímínútum í dag og þá satt maður bara inni að lita eða eitthvað, Já, alveg það var svo mikið einn eða sport. eitthvað, sko. ha, Var maður ekki bara hálfpartinn einn? Eða þú veist, það var Jú. kannski tjekkað á manni einu sinni, Já. tvisvar. og þú veist, svo var það líka stundum þannig ef að þú veist, vinkona mín átti kannski að vera inni, þá var ég kannski bara eitthvað svona, má ég vera með henni inni, svo hún sé ekki ein. Já. En það var líka, þú veist, ef maður kannski meiddi sig eða eitthvað og þá gat maður ekki verið með í íþróttum, þá var líka miði sem maður fór með í íþróttir, bara, Já. Elva getur ekki verið með, hún meiddi sig á æfingu í gær eða eitthvað. Þú veist, í dag, þú veist, eru bara foreldrar búin að senda post eða eitthvað á kennarann eða eitthvað. Já, manni skilst líka að séu sumir sem bara eitthvað fara aldrei í íþróttir lengur. Já. Frá þetta félagskviða. Mér fannst alltaf svo gaman í íþróttum. Já, oh my god. Ég held að sé bara holdt fyrir alla sama hvað. Og ætti að vera svona giveaway, en allavega sumabúðir. Við skulum enda þetta á sumabúðunum. Nú, ég vildi tala um nestisbóksinn, mér finnst það svo Ok. mikið nostalgía. Ok, næstisfóksinn og svo Mér finnst svo sumabúðir. mikið nostalgía að sjá af því ég vinn í grunnskóla núna og það er svona eins og stundum koma krakkandi með nestisbóks sem að þú veist, ég veit ekki, stóri frændi átti eða eitthvað eða bara fóreldrarnir þegar þau voru yngri, skilur og þú veist, ég hef séð bara, þú veist, hana skóla osta nestisbóksið, hana Gotti borðar ost. Já, við áttum aldrei svoleiðis, þannig að. Nei, mér minnir ekki. En svo náttúrulega líka kókumjólkur, hana kælitaskan, eða innan gæsalappa kælitaskan. Já. Hún var alveg mikið sport og þú veist, þegar ég sé þetta, það var bara svona nostalgía fyrir mér. Já. En ok, núna getum við talað um sjónbúðir. Já, sko, þú skrifaðir að, þú veist, vinkoneinar fóru oft í sumabúðir og ég Já. held að þú hefðir alveg elskað að fara í sumabúðir, en ég held að ég hef skemmt það fyrir þér.
Já, ég held það líka út af því að þú varst alltaf sótt aftur eða eitthvað bara eftir fyrstu nóttina eða fyrir fyrstu nóttina eða eitthvað. Ok, ég held náttúrulega að það hefði bara aldrei átt að gúttera það að ég færi sumarbúðir. Meðan við mitt Örugglega ekki. trakkrekord að geta ekki eins og sofið heima hjá ömmu og afa og svo þurfa að láta sækja mig aftur þetta með kvíðan sko. Bara ef einhver hefði vitað eitthvað kvíða þá væri kannski hægt að vinna þess betur með mig sem barn. En já, allavega, þá, ég veit ekki hvað bekki var, þú veist, 3., 4., 5. mögulega, nei, ekki 5. af því ég fór með stelpur sem ég var í 2 grunnskólum og þetta var með vinkonum sem ég var með í fyrri grunnskólanum til upp í 4. bekk. Þannig ég hef örugglega verið í svona 3. eða 4. bekk. Elva, það sem gekk þannig á, þú veist, þegar ég lít tilbaka, það var bara ekki lagi, sko. Hvað? Og aftur hefði einhver vitað eitthvað kvíða, þú veist, ég var bara að fá taugaáfall. Og ég fekk bara nokkur taugaáföll og ég var einmitt bara læst inn í herbergi af því að það vissi ekki hvað þetta að gera við mig og ég var með síma sem var tekin af mér og ég mátti ekki hringi neitt og þú veist, í alvörunni bara eitthvað, þú veist, mátti ekki tala við neitt og ég mátti hringja einu sinni eða eitthvað og þú veist, það var að hjálpa mér eitthvað svona, já, þú mátt tala við þau, ég held að það myndi hjálpa mér eitthvað en ég sagði náttúrulega bara eitthvað, ég vill fara heim. Þú veist, bara ég vildi bara strax fara heim, skilju, hefði bara aldrei átt að fara og ég veit alveg að ég var náttúrulega, þú veist, hefði mögulega átt að harka af mér og þú veist, það átti alveg að vera gaman en ég bara höndlaði þetta ekki og þú veist, bara svona allt svona hvernig viðbröðin voru að ég vildi fara heim varu aldrei í lagi í dag og hvernig, sko, 2 eða 3 fullorðnir aðilar töluðu við mig bara borderline PTSD fyrir mig, sko og hjálpar ekki að, sko, pabbi man ekki alveg, ég held að pabbi hafi verið lagður af stað einu sinni og þau segi eitthvað, þú veist, ég var sendið eitthvað bara svona, ég mátti velja hvað sem ég vildi gera eða eitthvað, þannig að þú veist, ég var eitthvað svona, ok, ég ætla að harka af mér eða eitthvað svona, þú veist, og að reyna þetta, skiluru, var eitthvað svona aðeins búin að ná til mín, þú veist, það átti að vera eitthvað vika eða eitthvað, 5 dagar eða eitthvað og ég var bara strax á degi 1 eða 2 bara að fucking fríka út, heyrðu, og ég fer í eitthvað svona 1 námskeið eitthvað að láta gera, þú veist, og það var annað, það var verið að gera eitthvað svona gifsmót að andlitin á mér þannig ég átti bara að liggja eins og múmía að láta fucking gifsa mig í framan sem var ekki að hjálpa neitt, sko og eftir það, þá var ég alveg bara svona, þú veist, ég átti eitthvað að pröfa, þú veist, eitthvað sem ég langaði mest að gera, þú veist, eitthvað fyrsta valið mitt og eftir það þá, þú veist, væri ákveðið eða eitthvað og mér minnir að annarkvort hafði pabbi verið, þú veist, lagður á stað þarna og þau hringja og segja að hún betri núna og þú veist, hann snúi við hann lendir í árekstri að keyrt aftan á hann eða eitthvað þannig að fucking vesen á mér skilurðu, og keyrt á pabba en þetta var, þú veist, ég er að reyna að muna hvort hann hafi verið lagður á stað og þetta hafi gerst þá eða hvort það hafi gerst, þú veist, áður en hann kom að sækja mig, þú veist, þegar hann kemur að sækja mig Já. en allavega þá er þetta bara örugglega svona með því erfiðara sem ég gekk í gegnum í æsku og ástæðan fyrir að þú fyririldi sem að þú væri svo, sko, þú hefur örugglega bara verið að þú væri til í að færa lögheimili í Vindásli bara öll sumur, sko, Örugglega. en þú fékkst ekki að gera neitt af því að það var svo hræðileg reynsla fyrir mig Já, ég man eftir því að þú veist mín tilfinning sem að ég fekk fyrir svona sumarbúðum var bara eitthvað svona, ég vill örugglega ekkert vera að fara þú veist, bara út af því hvernig það var talað þetta út af, þú veist, þér, hvernig þú talaður þetta, skilurðu, og hvernig mamma og pabbi voru líka örugglega bara eitthvað, við nennum ekki að díla við þetta aftur, skilurðu, þannig að þótt að ég hefði verið líklegri til að meika þetta, þá voru þau samt örugglega bara svona, við nennum ekki einu svona að taka sénsinn. Nei, en ég er samt alveg forvitin að það er ekki langt síðan, nei, það er langt síðan ég talaði þetta við mamma og pappa, því að ég held svona að eftir á, því að þau fengi ekkert mikið að tala við mig, þú veist, ég bara mátti ekki ræða við þau og ég held að, þú veist, eftir að þau töluðu við mig, ég er svona giska á það og fengu mína hlið af þessu að þá hafði þau mögulega verið smá bara svona terrified yfir því að hafa ekki komið, þú veist, strax, skilurðu, af því að þetta var, ég man líka bara svona svipurinn á, þú veist, ég var í herbyggi með þessari vinkonu minni sem var bara having a blast, skilurðu, og bara, þú veist, fannst náttúrulega leiðilegt að ég var ekki að, þú veist, svona njóta mín þarna, en ég man bara svona svipurinn á henni út að hún kemur inn eitthvað svona þegar er einhver aðili, ég man ekki hvort það var annarkvort mjög skeri kona eða einhver kall sem var yfir þessu eða eitthvað, bara eitthvað einn inn í herbyggi með mér bara eitthvað að rakka mig, bara, þú veist, já, bara með hárblásran á mér, ég ætti bara að herða mig og eitthvað og ég bara,
what the fuck, þú veist alveg bara, þetta hjálpa mér að vera eina lengur, skilur við, bara love this, já, ég skal vera í 3 nætur í viðbót. Búið að taka síman af mér og ég mátti ekki tala, og ég var ekki einu sinni búin, ég var ekki búin að hringja eitthvað skriljón, skilur við, þau voru bara að passa að ég yrði ekki sótt strax eða eitthvað, sem mér finnst svo skrítið, skilur, því að þau hefði örugglega ekkert eitthvað þurft að endurgreiða mömmu og pappa eða eitthvað, skilur, af hverju ekki bara losna við mig, skilur, þú veist, eins og þau hefði eitthvað verið skildu til þess að ala með eitthvað upp, skilur. Svo kannski líka hafa þau bara, þú veist, reynslu á því að fólk, eða kannski fólk, ég meina bara börnin sem að koma, eiga kannski bara ógeðslega erfitt með þetta fyrsta sólarhringinn. Og þú veist, þau eru kannski bara að reyna að taka ákvörðun fyrir því af því að þau vita að þér mun síðan finnast þetta gaman, skilur. I know. Þú veist, af því ég díla alveg við þetta í vinnunni á mér þar sem að, þú veist, ég kemur ógeðslega leiðilega út fyrir krökkunum, skilur, en ég er bara svona, þú þarft að þrauka í gegnum þetta frekjukast núna og þér mun finnast þetta geðveikt gaman eftir 5 mínútur, skilur. Ég veit það, en þú veist, með að við einmitt mína sögu og geta ekki gist eins og á vinkonu eða ömmu og afa sem ég elsku út af lífinu. Þú veist, bara, ég gat ekki verið í burtu frá mömmu og pappa og ég veit að mamma mun ekki fíla þetta, en mamma gat aldrei farið, sko, ef ég pípaði smá, ef ég horfði á mömmu með smá hvolpaugum á leikskóla þegar ég var lítil og þetta er svona, þú veist, það er alveg búið að segja sögur af þessu, ég gat ekki einu sinni verið á leikskóla, en þar er ég smá svona, ég ætla ekki að taka alla ábyrgð á því, þú veist, mamma hefði mögulega átt að vera aðeins harðara við mig, skilur, þegar ég var lítil, að ég er bara svona smá, bara svona, ég vil ekki, og þá var mamma verið, ég get alveg verið með hana heima bara. Já, lítur þá að þau lótu þá að hafa verið mjög hörð við mig, af því að ég hef aldrei átt neitt vandamál með að fara, sko. Ég var bara búin að vera að reyna að fara heiman síðan ég fæddist, sko. Við erum náttúrulega líka bara mjög ólíka týpur eins og mjög oft farið yfir í sem þátti. Já. En við þurfum að glósa þetta svo að mamma geti svara fyrir the allegations þegar hún þorir að setja sniðið með okkur. Nei, þetta er náttúrulega bara svo fyndið, þú veist, þegar maður er að rifja upp svona minningar, skilur, ég lendi í þessu bara alltaf þegar ég er að rifja upp eitthvað með, þú veist, bara æsku vinkonum mínu með eitthvað, að þú veist, þín upplifun er kannski allt öðruvísi upplifun heldur en upplifun hjá mamma og pappa, til dæmis með þessar sumabúðir, skilur, en það þýðir ekkert að þín upplifun sé sannleikurinn og ekki þeirra eða öfugt, skilur. Já. Jú, það er svolítið svo les. En það þoli ég mjög illa, ég er ekki að tala um okkar foreldra, en þú veist bara svona, maður sér þetta mjög mikið, bara eitthvað svona þegar foreldrar segja, nei þetta gerðist aldrei, eða nei þetta var ekki svona, bara eitthvað svona, það er ekki hægt að segja það, þú veist, af því að þú veist ekki hvernig hinn aðilinn upplýði hlutina, skilur. Já. Já. En on that note, þá þarf ég að fara að sækja barnið mitt, sem er eins og þú. On that note, þá var þetta nostalgíu þátturinn okkar, vonandi voru þið taking a trip down memory lane á meðan þið voru að hlusta á þetta. Já. Shit, ég ætla að fara að safna servitum í kvöld. Já, ég er að pælja að fara að banka hérna í götunni, mér vantar nokkra servitur eða kannski bara að safna dót og tombólu. Herðu, við gleymdum, ég ætla að koma með eitt lokapunkt hérna áður en við þökkum styrktaraðilum að Elva var á tímabili obsessed að vinna á Subway og pabbi var alltaf að taka hanska fyrir inn á bensínstöðum til þess að geta gert Subway samlokum með hanska heima. Er einhverju sem tengja? Já, bara please, nennir einhver að segja mér að tengja, af því mér fannst þetta svo áhugavert jobb þegar ég var yngri, þú veist, ég var bara að fara á Subway til þess að horfa á fólki vinna og svo fekk ég bensínhanskana og ég bara, hvað viltu að samlokuna eina, bara gera þú veist, serimónía heima svo. Já, og það var svo mikið sport þegar mamma og pappi keyptu í bara svona, þú veist, kannski í langlóku eða eitthvað svona, þú veist, þar sem ég gat ímynda mér og svo, þú veist, ég sko fór alla leið og var að skera þetta og rúlla þessu upp í bökunarpappír og allt, sko. Þannig að myndi líta út þessu höfnubátur. Samlokaostin svona í, þú veist, svona þríhyrninga. Þetta var alveg all in. Þetta var minn draumur og ég meina, ég er ekki ennþá búin að koma að staði hvað ég vil verða þegar hún stór, hana kannski er það bara ennþá að verða Subway-meistari. Ég spurði Subway hvort þið vildi koma í samstarf með mér í Íslandi og sagði að við væri ekki að leitast eftir samstarfum. Ég bara, ok. Vitið hvað ég er loyal fan, eða? Ég þarf bara að heyri þeim, sko. Þau vita ekki hverju þau eru að sofa á þegar kemur að mér, sko. Ég er að pæla láta jarða mig í Subway samloku, sko, frekar en kistu. Þú er í svona Subway, pappír, rúllið upp. Já, það má bara rúlla mér upp í svona Subway, pappír, eins og bátnum er rúllað upp í og svo má bara setja mig á milli, ost og oregano samloku.
Yummy. Takk fyrir. Ég skal gera það með hönskum. Já. Flott. En takk kæru styrtaraðilar. Ekki takk Subway. Nei, tjók. Jú, takk Subway. Ég er að pæla að fara að fá mér Subway, kvöldum að þúna. Já, ég er líka að fara að fá mér Subway í Íslandi. En takk Tríuhett, takk Skinn2004, takk Kosarex, we love you. Love you, love you. Ef þið eru ennþá að hlusta, þá eru bara 2 þættir eftir að seríunni, eftir þessum. Nei, 3. 18, 19, 20. Er þetta 18? Ég man ekki. Já, ok. Nei, þú sagði 17 aðan. Ég man ekki. Allavega, við heyrumst, ég þarf að fara að sækja Maril. Yeah. Love you guys. Bye. Minni að subscribe og followa á Facebook og Instagram og allt og taka meira þátt. We love you. Já. Bye. Bye. Bye.